á eftir að gefa ykkur líka hérna útpröntun af Já, kortinu sem ég sendi. Ég ætla að hafa þetta hérna hjá mér til. Já. Þetta geðvitt. Þarna, Berð, þá við erum þarna, við förum yfir það upp að hvers þáttar hér að baki þessu mikilvæga hlaðvarpi eru trausti bakhjarlar og þá er upptakan hafin og getum farið yfir þá stuttlega. Við erum hérna að fara að ræða við Gunnlaug Guðmundsson heima og geima eftir smá. Við byrjum á alltaf að upp að hvers þáttar að fara yfir það hverjir eru nógu sniður til að fatta mikilvæg þess að styðja við frjálsa fjölmiðlun í landinu. Já, og bakhjaldar okkar eru ekki fyrirtæki heldur hlustendur. Nákvæmlega. Einungis hlustendur sem að skrá sig á spjöld sögunar. Nokkrir ákveða að skrá sig á spjöld sögunar með þeir borga 50 bandaríkjadali. Einn þeirra er Karló. Síðan er það Þorlákur Helgi Þorgrímsson ljóðskáld. Einn skrifar það er einungis ein rafmynt sem er ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin að verða aldrei til fleiri. Síðan skrifar annar Carve him out my heart and let it bleed. The bitter taste of hurt is yet so sweet. Trú og frelsið forna, frægð og þrek og tryggðir, segir annar. Hlaðvarpið heimsendir nýtt upphaf nýr heimur. Og loks er það gerfugrindin, þerapían, gerfugrindin, staðrendin, þerapían og framtíðin. Heldur betur. Klappa hérna, þannig að hljóðið sé í góðu. Já. Ertu velkomin Gunnlaugur, gaman að fá þig. Já, takk fyrir. Við höfum margt að ræða. Okkar rætur liggja saman einhvers staðar. Já, þú varst að nefna þarna 1981. Frá samskiptum við föður okkar. Já. 1981. Já, ég var hérna framkvæmdastjóri í Síne, sambandi íslenskara námsmanna erlendis, í 2 ár. Og Már Jónsson, hann sem er faðir ykkar, hann var í stjórn Síne, þannig að síðar árið sem ég var þarna. Varst þú í Fraklandi líka? Nei. Ég var í Danmörku. Já, hvað lærðir þú? Ekkert stjörnuspeki. Stjörnuspeki. En varst námsmaður í skóla lífsins eða? Já, ég var á ég var í MR og svo náttúrulega átti ég fullt af vinum þaðan og svo fór ég til Kaupmannahafnar og þá var ég byrjaður í stjörnuspeki og ég gekk með svona leðutösku og gerði kort fyrir fólk, en þar var bara mikið náttúrulega Íslendingum sem að voru námsmenn, alls konar fólk. Já. Og ég umgengst náttúrulega þessa einstaklega. Svo þegar ég kem til landsins að þá er hérna Mörður Árnason og Eiríkur Brynjólfsson, þeir höfðu verið í Fraklandi. Já. Og hérna Mörður var í Fraklandi og ég einhvern veginn, þeir bara stungu upp á því að tækja að mér að vera framkvæmdastjóri. Já. En sko, að því við erum að fara að ræða þitt sérsvið, stjörnuspekina. Getur við farið þess yfir að þú segir að þú hafi verið í MR hérna og svo leiðistu út í stjörnuspekina eða ferð út í hana. Hvernig gerist það og hver er svona baksagan þín? Hvaða rætur hefur þú? Ég er ég er náttúrulega hvaðan kem ég er Bakkafirði í móðurætt Norðausturlandi, svo fæði mig var sjómaður, hann drukknaði á togaranum í júlí 1959, þannig ég elst upp á Linka hjá ömmu og það er svona, Gunnlaugur afi hafði verið mikill bókasafnari og það er stór bókaskápur og mikið svona, amma var organist í kirkju, ég verður á Linka 28 í Reykjavík niður Vægisíðu, mjög skemmtilegt, ég fór í Melaskóla, Hagaskóla og svo MR. Gullni vegurinn. Já, og ég umgengst þetta fólk, ég var samt föðurlaus hjá ömmu en ég er bara ungur, það er svona bók sem ég tek út á bókaskapnum, ég leik þarna á gólfinu og hann er saga stjörnuspyggjum í Indlandi, ég er kannski 12, 13, 14 ára og ég hugsaði, ég horfði á þetta og sagði ég þekki þetta. Wow. Og svo sá ég þegar ég var 15 ára svona jemmet opnu, ég fell fyrir stjörnuspyggju, þannig ég byrja á stúderina 19 ára, það var aldrei hugmyndin að fara að vinna neitt við þetta, en ég bara er bara að gera kort og árum saman og síðan kem ég heim frá Kaupmannahöfn 24 ára og ég ákvað að ég gerist næturverður á hóteli og í 3 ár að lesa og panta bækur í stjörnuspyggju. Vinn bara, les, kemur kaupir 10, 15, 20 bækur í mánuði
Það er alltaf, það eru margir sem hafa tekið þá leið að vera næturvörður til þess að hafa tíman til þess að gera sinna höfðarefni sín. Já, það var eina leiðin í rauninni. Já. Ég er búin að vera að gera stjörnukort í 5 ár og ég er hann í Kaupmannahöfn og það er hann alls konar fólk, Ingibjörg Sólrún, Gestur Guðmundsson, Össur Skarphéðinsson og svona fólk sem ég er að umgangast þessa Íslendinga þannig. Og ég ákvaða, þetta er bara svo, mér fannst þetta svo spennandi. Mér fannst þetta var svolítið gaman, þetta var svona eins og að vera búskari, sko. Ég er með töfluna og stjörnutöflunar og svo labba ég og ég sé einhverja áhugaverða manneskju og ég segi, góðan daginn, hérna, hvenær er þér fædd? Mér langar að gera kortið ykkar og það var svona fólk að hissa en ég náttúrulega, þetta var á dansku og ensku sem ég þurfti að segja þetta yfirleitt, en Íslandi. Þannig að ég sest hjá fólki og er að reikna út stjörnukort fyrir fólk. Ég er bara svona til gamans. Og þessi instant tengsl við þetta hugmyndakerfi, hvað sem við kalla þetta, hvernig horfur þú tilbaka á það? Fannst þér eitthvað djúpt í vitundin eða þetta væri satt og rétt? Hvernig lýsið það sér? Það er svona, ég þekki þetta tilfinningin og í rauninni fannst mér þetta heillandi. Ég get aldrei svona að stimpla, einhverju stimplar, hver ertu? Ég hefði viljað vera, ég gæti hugsað mér að vera skáld, en vandamáli þegar maður var hann í MR, þá þurfti maður að velja hugvísindi eða hugvísindadeild eða raunvísindadeild, Ég hefði viljað fara í skáldaskólan, en ég var í fornmáladeild að læra latínu og eitthvað svona skrítið. En hérna, ég hefði alltaf rosalega áhuga á sagnfræði og stjörnuspeki er náttúrulega mörg þúsund ára gamalt fag, í rauninni móðir vísindana. Já, þannig að það er margt í þessu. Ég forvitin margt í tengslu við þetta því að þú ferð inn í þetta á einhverjum skilningi mitt, þú sér þessa bækur á úlingsaldri og svo þegar framleiða stundið þá ertu farin að gera kort eins og það heitir og er þá bara ekkert aftur snúið, þá bara ferð og alla götu síðan þá hefur einhver leiti verið að fást við þetta, hvort sem það er í fullri vinnu eða hvernig það er. Ég hef verið í fullri vinnu meira en minna síðan 1981, 43 ár. Stjörnuspeki 101 orkugreining. Ég er að upplægi, af því það er nú talað upplæg hana, ég er samt að upplægi og það nota ég bara sem orðalag en ekki sem fræðilegt hugtak. Ég er að upplægi svona frábitnar í öllu svona, en Berþór, bróður minn, hann er meira svona, hvað getur sagt ekki, opnari fyrir nýjum vítum og ég hef verið svona á bremsunni gegnum tíðin en er samt mjög opinn fyrir þessu seinni tíð að það sé. Þú ert náttúrulega í naut. Hvað þýðir það? Þú ert jarðbundin. Ég er jarðbundin. Og þrjóskur. Já. Ég held að það sé hvort ekki rétt. En þú ert með tungli fiskum, þannig að þú ert sveigjanlegur í rauninni samt. Það er átök í þér á milli þess að vera með fljótandi sveigjanlegar tilfinningar og vera bara klumpur. Já. Og þverhaus. Já, bæði til. Já. Og á svona síðar árunum er hann allur að koma til, hann hefði ekki tekið það í mál að fara að ræða þetta fyrir meira sér bara næstu í 1 ári, stjörnuspeki er tímatalsfræði, númer 1. Og það er, ég spyr fólk sem kemur einhver tíma til minn 2 spurningar. Tókstu kurs í hver er ég einhver tíman á skólarunum? Og fólk segir nei, yfirleitt. Og svo er það mjög skrítin, svo er það spurning, hver er upprunni tímans? Hvað er tíminn? Tókuðu einhvern kurs í hvað er tíminn? Nei. Ég meina, í mestarlagi var vikið að þessu hugtaki eðlisfræði. Já, það verður eitthvað svona tíminn og vatnið og tíminn er óræður og eitthvað svona. Eiginlega bara svona notaði ljóðrænum skilningi. Já, og margir tímar og tíminn í þessu tilvíku og tíminn í þessu tilvíku. En það er til bara, en af hverju, það er allt milli himins og jarðar kennt í skólakerfi, ekki sagt. Lífsleikni, starffræði, saga, listasaga, bara allt milli himins og jarðar. Nei, ekki tíminn, ekki hver er tíminn. Nei, og það er einmitt, og ekki tíminn og ekki heldur einmitt að þekkja sjálfa sig einhverju, bara noseti ipsum, það var klassík. Menn eiga að þekkja sjálfa sig, en það er ekki kennt, það er erfitt að koma böndum á það. Já, menn geta sett hérna fólk til tunglsins í málmilki en menn geta ekki kent hver ég. Nei, það er einhver gífulega stór mótsögn þar á milli. En
En stjörnuspekin fæst við þetta, fæst við það hver maður og tímatalsfræði. Og ég sá, ég las í heftinu sem að þú sendi mér mjög góða útskýringu á hvað stjörnuspeki og þetta varpaði svona nýju ljósi á þetta fyrir mér að alheimurinn bara í sínu standi og síðan hann á tímanum og síðan akkurat þegar þessi manneskja fæðist þarna á þessari mínútu, þessari sekundu, á þessum degi og þessu ári, þá það einhvern veginn hennar hlutverk í stóra alheiminum að vera hún sjálf. Er það rétt skilja á mér? Já, sko, það hérna frétt. Maðurinn hluti af náttúrunni. Newsflash. Sem mjög gömul hugsun, sko, en í gamla dag var það kallað as above, so below, mikroskóp. Það sem fyrir ofan fyrir neðan. Guðskapa mannin í sinni mynd önnur svona sem að menn skilja ekki hvað en já, þú ert náttúran. Við erum að eyðileggja lífið á jörðinni vegna þess að við erum í firringu og ég sem einn af fáum sem að velta fyrir mér því að maðurinn sé hluta náttúrun og hver tengslin og hvernig getur hljóma náttúrun, ég álitin skrítin sko. En hinir sem að að eyða lífríkinu og vaða áfram og að sprengja allt í loftu, þeir eðlilegir. Sko, það einmitt ágætt þversögn og ég man einhvern veginn að þá hlustaði maður stundum á hinn ágæta speaking Alan Watts á YouTube sem veltir þessum austrænu fræðum fyrir sér og hann var alltaf að tala þetta maðurinn hluta náttúrunni, sko, hann var að segja fólki að hugsa sjálft sig sem ölduna sem rís upp á hafinu, hún auðvitað hluti af hafinu en hún samt einhvers konar eining í hafinu en mér finnst þetta samt engu að síður vera aðeins svona þetta aðeins þróaðri hugmynd þetta með að maðurinn sem hluta náttúruna og þess vegna finnst mér einmitt að því við erum að hugsa sko að því þegar ég spyr mig hvernig ósköpunum eða sem sagt hvað vit í því að taka fæðingarstund einhvers og draga ályktanir og lesa í hana og einhver þýðingu og þá persónueinkenni og tilgang og hlutverk út frá slíkri tímasetningu sem svona í augum kannski flestra bara banal staðreynd, ég meina maður fæðist bara einhvern tímann sko en þarna segir fólk í þessari hugmyndafræði nei, þú veist það lykilatriði hvenær þú fæddist. Það upphaf lífs þíns sem sjálfstæðrar lífveru. Mæblóm mæblóm. Ef þetta orðað þannig. Er það banal? Já, mér finnst mjög banal að ég held ekki fram en ég veit það. Sko, ég gerum Árni Óskarsson vinur minn hérna bókmenntaþýðandi, hann sagði áskal stemmað úr sig. Og sko ég hef sko ég í nautsmerkinu eins og sumir hérna inni og ég bara þrjóskur sko, ég ákveð það á sínu tíma að stjörnuspeki merkileg og ég held því bara striki og ég bara hlust ekkert á neitt annað en það ég hef verið með og móti mér allt háskólasamfélagið, einhvern tíma tóku eðlisfræðingar sig til og skrifuðu gegn stjörnuspeki, það kom svona hálfsmánaða fresti, ég fattaði að það eru ákveðið þetta á kaffistofunni og þeir töluðu þyngdarafl Plútós væri minna en hérna flugvélar að lenda í Amsterdam, hann væntanlega fannst þessi eðlisfræðingur hans vera mjög klár sko, en þyngdaraflið eitthvað sem að hérna Isaac Newton fann upp á 17. öld sko, en stjörnuspeki mörg þúsund ára gamall, þetta hefur ekkert við þyngdaraflið að gera sko. Það alltaf verið að gagnrýna leikrit sem enginn hefur séð, sem þeir hafa ekki séð, sem til í hausnum á þeim. En þannig að ég bara ákaflega vanur því að ég búin að ganga hérna í 50 ára tíma sem ég hef verið að gera stjörnukort og þá ég bara alltaf að heita hvað vittis þetta ég bara því miður get ekki tekið mark á því af því að þeir sem að gagnrýna ég spyr á móti, hefur lesið eitthvað þetta? Nei, en hvernig getur gagnrýna af því bara, þetta vitleysa, akkur er þetta ekki kent í háskóla, að þetta er ekki vísindi ok, förum upp í háskóla allt sem kennt upp í háskóla vísindi? Genjafræðin? Já, bara byrjum á guðfræði. Guðfræði vísindi? Byrjum á heimspeki. Bókmenntafræði sem ég lærði, sko. Bókmenntafræði, listasaga, hagfræði. Getur þú tekið Chile, hagkerfið í Chile og búið til svona alternativ Chile og látið endurtaka kenningarnar, hagfræði, þetta bara svona kenningar sem verið að prófa fram og tilbaka. Þetta eru bara svona kaffistofu pælingar í raun og veru, sko, hvernig hlutinni virka, sko, nema það eru settar eða það eru tjáðar eftir kerfi vísindana, skilur
og það er stjörnuspeki líka. Já. Þetta ég gerir stjörnukort. Ég segi það, þú, Snorri, þú ert með Sól, Merkur og Venus í nauti, í sól í 9. húsi, tungli, fiskum, rísandi meja, massi meiu og svo kem ég með einhver ályktun og annar stjörnuspurningu getur séð af hverju ég með þessi ályktun. Það er vegna þess að það er þessi staða. Já, mér finnst þetta sko að því að ég er svona einmitt bara í fyrsta skiptið núna að því að ég líka í aðdraganda þessa viðtals þá fengum við frá þér kort og þá gæti ég aðeins lesið inn í þetta og séð svona hvað var verið að segja mig, hvað væri því að þarna er tiltekið sko að eitthvað er nærandi umhverfi fyrir manneskju eins og þig. Það er upplag og síðan er það nærandi athafnir fyrir þig sem persónu og nærandi. Ég segir lífvera staðsettir rétt við arfi blómstrar, maðurinn er lífvera og sko vandamáli, vitið hvernig ástæðan fyrir því að stjörnuspeki er ekki vinsæl í dag eða sko stjörnuspeki og læknisfræði var sama fæið fram á 17. öld. Læknadeildin í Parísarháskóla heit fakultin astrológia et medicina. Sagan er alltaf skrifið af sigurvegurunum þannig að það er búið að þurrkið út úr sögunni en ég á handrit gögn þetta þannig ég get alveg sýnt það við minnist á það en kjarni málsins er þessi maðurinn er hjarðdýr við erum hjarðdýr og við erum með einhver svona hópsál og við skipuleggjum líf okkar inn í svona píramíta, efst er einhver elítan, síðan notum við hugmyndafræði, trú til að halda utanum mannfjöldan og þá notum við trúarbrögð og trúarbrögð eru nauðsynleg af því að maðurinn er rándýr, predator og hjarðdýr og við notum boðorð og siðfræði í trúarbrögð og síðan komum við með lagakerfi og við þurfum lög en við þurfum, og síðan erum við með menntakerfi og þau eru með svona einhvern svona hugmyndarhring sem heldur utanum þetta. Elita, allra valdapírata, þeir vilja stjórna hugmyndarhringnum til þess að stjórna hópnum. Öll þekking sem er andstæð, ef þú ert Kim Il-sung í Norður Kóreu og svo kom þarna Gaddafi var með gula hverfið og Mao var með rauða hverfið og valdaðilega bú alltaf til hugmyndafræði og hugmyndafræðin, hver er þú sem einstaklingur, hún er ekkert voðalega vinsæl af því að þú átt basically að keyra eftir ákveðnum umferðarreglum, hlýða ákveðnum reglum, borga ICE-reikningin og þegja. Og þar með er fög, eins og stjörnuspeki og þá er það bara sagt, við bara kennum þetta ekki, af því þetta er ekki þóknarlegt valdinu píramítanum. Getur þú aðeins farið yfir sögu hugmyndarinnar yfir bara alveg til Indlands þannig að maður átti sig á þú sagðir að þetta væri stjörnuspekingur og læknir væri sami maðurinn hverjar eru rætur stjörnuspekinnar í mannkynssögunni? En áður rétt svo fyrir mig það því við þurfum að fara í söguna en sko í sambandi við nákvæmlega sem þú varst að segja sko að á tímum sem eru kannski allir tímar þar sem þú ert með eitthvað hugmyndakerfi og það er getur sagt, ef þú segir að það sé lítill minni hluti á toppnum sem vill að það sé ákveðin að menn fylgja ákveðnum hugmyndum það er hópsálin það er hópsálin og ég hallast að því sko og ég held að skipulagi minni hlutar séu líka valda meira en við höldum skilur að þeir geta gert ótrúlega kraftaverk er þá ályktunin svo að það sé einmitt eins og segir sko einhver leiti þeim í hag að ef við kallum að einstaklingshyggja verði ekki ofan á að þegar, ég veit ekki hvort það er einstaklingshyggja kannski það bías er að hugtaka yfir það að hugsa sjálf sig sko, að kalla þetta einstaklingshyggja eins og það sé eitthvað vont sko. Já, þegar maður byrjaði líkamsræktin í Galata þá voru alltaf svona speglar í salnum og þá voru við álitnir að þeir sem byrjuðu þannig líkamsræktin svona opuslegir egoistar að horfa á sjálfan sig í spegli, þetta var sjálfstyrkun að vera í líkamsrækt. Ég var hérna í Kjörgarði hérna rétt við hliðina en allavega Nei, ég veit bara hvort þetta sé mótsögnin sko, að hvort þetta sé það sem er að tóast á þarna einstaklingshyggja versus hóphegðun sko. Þetta er valdið verður að sko, við verðum að lemja hjörðina inn í eitthvað norm og umferðarreglurnar eru bara bestar það verða allir að keyra eftir sömu umferðarreglum það er ekki þetta einhver alternatívar umferðarreglur og segja ég var að læra hérna kappastur hjá Schumacher og þessin allt í lagi ég keyra á 120. Nei, það verða að vera einar umferðarreglur. Sen erum við menntakerfi og þar erum við að kenna
boðorð, siðfræði og allt svo lemja fólk inn í og það þarf að vera. En það þarf að vera, hversu mikið þarf að vera og hversu mikið hefur maður þá skoðun að það ætti að vera öðru vísi, af því að í umferðartilvíkinu þá erum við sammála að það þurfa að vera, sko. En svo er umdeinalegt í hvort sem er skólakerfið, hugmyndakerfið eða trúarlegu tilliti hversu mikið svona þarf að vera. Grunnurinn hjá mér er svo að það er verið að þvinga allir í eitt norm og normin eru breytileg frá ári til árs. Í kringum árið 2000 þá gat maður farið inn á bensínstöð og það voru klámblöð alveg bara í hillunum hérna. Núna má ekki sjá geirvörtu, sko. Þannig að á 25 árum hefur það breyst algjörlega í normi. En eitt norm versus 12 norm. Það sem ég held fram einfallega að ég er ekkert á móti hópsálinni og valdinu og ég fer fúsinni og ég vil að það séu trúarbrögð. Ég til dæmis vantrú, það er bara bull. Við þurfum trúarbrögð. Ef bara lesið þarna Sapiens eftir hann Isaac Harari. Það allt í lífi okkar byggir á trú. Ef stjórnmálamaður tapar trúverðurleika þá er hann búin að vera. Þetta er trú. Fjármálakerfi byggir á trú. Við trúum því að Apple sé svona sem við ekki virði. Við trúum að þessi peninga séu til inn í banka. Þeir eru ekki þarna inn í bankanum. Við trúum því. Þannig við þurfum trúverðurleika, við þurfum hugmyndafræði, við þurfum heldum hópin, en ég held í fram að við þurfum fleiri norm, 12 norm og út frá stjörnuspeki það búa, svona einfald þetta, það búa 12 ættbálkar á jörðinni, ekki einn. Áhugavert, mjög áhugavert að þú vilt taka normið og skipta upp í 12 einingar innan þess ramma sem það er í nú þegar. Ég vil bara segja við hópsálina, elsku hópsál, sko, þið þurfum ekki að vera hrætt við mig. Fólk er nefnilega dauð hrætt við stjörnuspeki. Það er svo sterk viðbrögð gagnvart henni af því að hún er mörg þúsund ára gömul, við förum inn á það bara eftir með söguna. Sko það er til gífulega mikið af vitleysum í heiminum en fólk hefur ekkert mjög sterk viðbrögð ef þeir eru í fjölskyldubúið að tala ég fór til stjörnuspeki, þá er einhverju 3-4 sem segja, stjörnuspeki, hvað er það? Algjör vitleysum. Út af því að menn eru hræddir við þetta. Já, sko við ætlum að fara í söguna, sko, að hvaðan sprettur þetta? Sprettur þetta einhvers staðar eða var þetta bara alltaf? Er þetta indverst? Það er til kínversk stjörnuspeki og indversk stjörnuspeki. Mæjar og Aztekar voru með sína stjörnuspeki. Þannig að þetta er eitthvað sem mismunandi flokkar hafa komist að svipuðum pælingum bara með því að skoða heiminn. Þetta er tímatalsfræði í rauninni. Elstu stjörnuspekingarnir eru tímatalsfræði. Eða þá allir á sama tíma áður en þeir fóru sundur, sko. Það er líka... Það er hægt að vera með mjög konkrétt ég ætla bara að tala fyrir vestrann stjörnuspeki. Þetta er mjög konkrétt. Það er Írak, Eufrat og Tigris fljótin í Mesopotamíu. Þar byggu súmerar, kaldear sem eru svo persar. Þeir finna upp hjólið, tímatalið og ritmálið. Þeir byrja með svona, það eru sigurtar, þetta eru stjörnuathugunarstöðvar. Þetta hefst með akuryrkjubyltingunni. Fyrsta ástæðan sem að menn nota stjörnur eru til þess að ferðast. Hvernig ferðu fyrir 2000 árum yfir haf? Það er bara haf. Þú ferðast eftir stjörnunum. Þetta er pólstjörnan og svo þá veist ég hvað áttur þetta að fara. Sama ef þú veist að ferðast í af sléttur í Asíu eða bara í Evrópu og þú ert einhverja förundlestir og þannig að fyrsta skref stjörnuspekin er leiðsagnartæki, vísar veginn. Síðan gerist það er akuryrkjubylting, svona 6.000 til 800 fyrir Krist og það er öll menningarsvæði rísa við svona árfljót, Indus, Níl og þessar ár og þá þarf þá koma borgríki og þá þarf að fylgjast með flóð og fjöru og hvenar á að sá og svona. Þá erum við með stjætt tímatalsverða sem eru stjörnuspekingar. Það sem gerist er að ég staðsett upphaf vestræna nútíma stjörnuspekin í árið 331 fyrir Krist. Þá kemur Alexander Mikli, Grikkir, þeir aðast þarna inn og þeir hertaka höfuborg Persa, Babylóníu. Og þá kemur, Grikkir voru svona raunhyggjumenn, Aristóteles og svona og það blandast þeirra þekking, gríska þekkingin blandast persaþekkingunni. 331 fyrir Krist, menningin flist síðan til Alexandríu
í Egyptalandi og þar er í kringum 1100 og, og eftir Krist, þar er upprunni vestræna menningar, hann er svolítið þar og þar er tímatalið hérna og þar er maður sem heitir Manetho Ptolemy sem að skrifa Tetrabiblos 100 eftir Krist og það er höfundrið vestræna stjörnuspeki síðar. Arabar taka þetta yfir í stjörnuspeki. Frumefnatablan hérna, sem að við notum, hún er komin frá stjörnuspekingum, þeir tala frumefnin eld, jörð, loft og vatn. Nútíma maðurinn er búin að yfirtaka þetta í plasmi, sólit, likvid og gas. Þetta er allt tekið og breytt. Kristni og stjörnuspeki er algjörlega samofin. Það eru 3 stjörnuspekingar sem að vitringarnir 3. Í Gídeon biblíun er það kallaðið 3 astrologers. Þeir eru búin að ferðast og það er Betlehemstjarnan á jólunum, fæðing Jesús, frelsarans. Það koma 12 lærisveinar sem eru fiskimenn, þetta eru öld fisksins, það eru 4 guðspjöll. Biblían er stjarnspekilega bara Strúktúreruð. Ég heyri alveg núna þegar maður spáir í því sko. Ég fattaði það ekki fyrir. Farðu til Notre Dame í Fraklandin í kirkjur og horfðu á skreytingar. Þetta er Zodiacið og þetta er það. Fariði inn í Vatikanið í Róm og byggiði handrit stjörnuspeki. Og þau væru þúsundir og 2000 til þar og mörg þeirra eru eftir páfa. Er ekki líka töluvert af íslenskum handritum, allan að miðelda handritum sem rámar í sem tengjast þessu náttúrulega? Rímfræði, sko, þetta er tímatalsfræði. Maðurinn er hluti af náttúrunni, maðurinn hefur tíman inn í sér. Ég er hægt að róla að skilja þessa tengingu milli tímans og trúrinnar, ef við kallar þetta trú, ef við kallum þetta speki, að því að auðvitað er sko þessar tölur, ef maður hugsa þetta 3, 4 og 12, þetta er auðvitað líka í samræmi við náttúruna, þetta eru 12 mánuðir, þetta eru 12 upphöfin, þú veist það eru, sko, við erum tölum sólarhring, hittust þetta í sólarhring. Sólarhringur. Við tölum mánuði, það eru 12 mánuðir ári, hvað þýðir það? Það er mánahringur, 12 mánuðir. Mánahringur. Í hverju mánuði eru 4 vikur. Vika, nýtt tungl, vaxandi kvartil, vika 1, vaxandi kvartil, fullt tungl, vika 2, fullt tungl, minkandi kvartil, vika 3, minkandi kvartil, nýtt vika 4. Í hverju viku eru 7 dagar, sólardagur, mánadagur, marsdagur, merkursdagur, júpitersdagur, venusardagur, satúrnusardagur, Saturday, Sunday, Monday. Farði til Fraklands, Mardi, Merkredi, Júti, Venedi, fredag, óðinsdagur. Þetta er bara tímatalið. Ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt að fatta þessi tengingu. Þetta er ekki kennt. Af hverju, væntanlega held ég að valdið frelsi, veitu þið hvað er aðal frelsi? Það er eiga tíman. Það er rétt. Já. Og láttu mig þekki það. Ófrelsi er fólkið í því að við seljum tíman. Kirkjan stjórnar tímanum, þannig hvíldardagur, þú átt að vinna þarna, þú mátt ekki þetta og þetta og þannig að mannin með stjórnátur tímanum og sennilega, ég veit ekki hvað þetta er bara niðurstaða mín að menn vilja ekki að fólk viti þetta að það er að selja tíman sinn, að það er bundið af tímanum, það vill ekki vita hver er upprunni tímans, þetta er upprunni tímans, ef þið farið inn í hérna bara Wikipedia, Googleið, Origin of the Time, og þá kemur þetta Dies Solis, Dies Lunis, Dies Mercredi, Dies Veneti. Og hvað var áður en tímatal kom til sögunar? Hvernig skynjaði fólk veruleikann öðruvísi ef maður reynir að sjá það fyrir sig? Því að auðvitað er það allt annað og maður talar oft sko að þá erum við hirðingjar. Þá er ekki landbúnaður einhvern veginn komin til eða svona skipulegu landbúnaður. Auðvitað skynjum við alltaf tíman að því að tímin er árstíð sko vor er ákveðin staða á milli sólar og jarðar, það er vor og vorið er ákveðið veður og vorið er ákveðin tegund af orku og auðvitað skynjum við þessu orku út frá birtu og myrkri. Já, skynjar hana sannarlega sem manneskja bara fara út.
þetta bara spurning sko, ertu meðvitaður þetta eða ertu ekki meðvitaður þetta og það tilgangur ástæðan fyrir því að þrauka í stjörnuspeki, ég meina kirkjuþing árið 1991 þeir tóku 3 daga að álykta gegn stjörnuspeki. Ástæðan var hinn stórkostlega svo að fólk var hægt að koma í kirkju þarna kringum 1991 og það var þunglindin í samfélaginu og ég held að þetta hefði verið, ég man þetta nú ekki alveg hvort að Saddam Hussein hefði nýlega ráðist eitthvað en það var allavega einhver ákveðin kreppa og ég og ákveðinu vini mínum við ákveðum við verðum að vera með jákvætt átak og ég sendi auglýsingu í Vísi eða í DFF að kreppan væri búin, þetta væri að fara að birta og svo þurftum við bara að hugsa jákvætt. Við reyndum að fá inn í Laugarneskirkju, einhverju kirkju með þetta, það var neitað, ég var á þessum tíma með útvarsátt í Bylgjunni, fengum Gerðuberg, lána, það komuð 1000 manns eða meira og þetta var útvarpað í Bylgjunni og kirkjan, þeir eruðu dauðhræddir af því að ég fekk 1000 manns þarna inn og kirkjurnar voru á þessum tíma tómar og þá kemur 3 daga kirkjuþing og einn dagurinn í þessu 3 daga kirkjuþingi er hérna, þá þeirra álykta gegn stjörnuspeki. Bolli Gústafsson sem var vígslubygg á Hólum mæti síðan í Morgunblaðið, þið getur bara flettið svo upp eða viljið í þjóðskjálasafninu og þar er opnu grein í Morgunblaðinu viðtalið Bolla Skúlason þar sem að kirkjuþing var búin álykta þetta að það er að vara veðursæð. Já. Svo kukli. Já, jákvæða átaki. Jákvæða átaki sem kalla múið kukl. Já, og merkilegt. Og blasa þessi valdakerfi við þér þannig að þetta er fólk sem að skilur stjörnuspeki og notar hana gegn almenningi. Eru þau fáfróðu líka? Það var alltaf verið að segja að þetta væri hjátrú og ég var vola móðgæður í gamla daga og svo sögðu menn að þetta var ekki vísind og ég var líka vola móðgæður þegar ég vissi ekki hvað vísindi var og ég vissi ekki heldur hvað trú var. Hérna áður fyrir, ég hefði engan áhugaði, ég hefði bara áhuga stjörnuspeki á manneskunni. Svo fattið, auðvitað er þetta hjátrú. Hjátrú eru ríkjandi, það sem eru ríkjandi trú, þetta er trú sem er við hliðin á viðurkenndu trúna og þeir óttast hana af því að þá eru þeir að missa einhver völd og þeir voru bara óttastlegnir að ég ætlaði að fara að stofna kirkju, ég hefði engan áhugaði, ég ólst að búið á ömmu sem var organisti, skilur, í Skeggjastæða kirkju og mjög trúð og ég er mjög trúaður og náfrendi minn Gunnlaugur Andrés Jónsson, doktor í guðfræði og ég bara hef engan áhuga að vera neitt á móti guðfræði. Og ef þú hefði verið hvort sem að þá eða nú fengin inn í þjóðkirkjuna sem sérselur ráðgjafi um það hvernig mætti rífa upp stemninguna í kirkjunum, hver hefði tillagan verið? Meiri jákvæðni og þar með fá fólk á borðinu eða gefast upp á þessu kerfi og fara inn í annað kerfi? Mér finnst nú kirkjan vera á mikið betri stað, ég meina auðvitað bara að hætta að lemja dauðan asna eða hvað hætta þessar sko á dögum Ágústínu svo var eitthvað fara bara að tala við fólk sko kærleika en ég er mjög jákvæður kirkjun en sko þetta var mjög erfitt fyrir mig ég var bara einhver maður út í bæ að reyna að vinna sko og það er ekkit vola gott að kirkjan móti Þorsteinn Sæmundsson stjörnufræðingur lagði mig einelti í mörg ár og svo fleiri svo var ég svo fegin að það væri gamall að myndi hægt að það fatti að þá kom bara nýr stjörnusævar. Já. Eru þið ekki á sömu blaðsíðu? Stjörnusævar hefur skrifað bók um að það sé ekki að stjörnumerkin séu 13 og það ef þú ert naðurvaldur og nauti er ekki hrútur og eitthvað svona. Þá er hann hins vegar að tala um fasta stjörnur en ekki ástíða dýrahringin. Hann er einn af þeim sem hafa gagnrýnt án þess að hafa kynnt sér. Áhugavert. Hann er hrútur og sportryggi og hvatvís. Þannig að þú sér hvaðan þetta kemur. Já, ég kíkti á kortið hans auðvitað. Já, mér er svo merkilegt að hugsa um að þú hefur sko í gegnum þína list aðgang á upplýsingum fólki sem það kannski hefur ekki aðgang á sjálft. Það eru alþjóðasamtök stjörnuspillinga þar sem að menn skiptast á fæðingatímum síðan er þetta náttúrulega í þjóðskap Verður að fá klukkuna? Maður til að gera fullkomið kort en það er til eitthvað sem heitir sólarkort sko ég
gerði fyrsta stjörnukorti 1973 sem með rísandi öllu og ég hef verið að gera korti í rúm 50 ár og ég geri á hverju mennsta degi kort fyrir alla. Það var einhver Mohamed Kourani, einhver frá Sýrlandi núna, hann fæddur 27. maí 1993 og ég sló kortið hans til þess að sjá hvað var í gangi og einhver annar og allir. Þannig lærir maður þetta. Þetta þú getur alltaf farið inn í þetta. Það eitt sem mann verður að segja hérna Snorri, stjörnufræðingur maður sem horfir til himins, stjörnuspekingur maður sem horfir til jarðar. Ég hef engan áhuga á svartholum eða himingeimnum, ég bara að velta fyrir mér náttúrulögmál, hvernig náttúran hefur áhrif á fólk eða hvaða lögmál við erum mótuð úr til þess að hjálpa fólki að fara í sátt. Og svo segir minn vísindin og í dag, þetta ekki vísindi af því að þetta innsæisvísindi. Vísindin eru mjög takmörkuð af því leiti raunvísindi, hefðbundin vísindi, hitt allt innsæisvísindi. Þórunn Valdimarsdóttir og Guðjón Friðriksson þeir að skrifa þú veist, skáldsögu ykkur Snorra og Snúð þetta þetta helmingur skáldsaga byggt á gögnum og gífurlega vel gert. Það einmitt þessi tegund af sagnfræði og skáldskap sem faðir okkar sérlega ekki aðdáandi þegar hann trúir á kerfið, á sagnfræðina sem vísindi í einhverjum skilningi að þú verður að styðjast við eitthvað sem faktúelt þannig að það eru ólíka nálganir. Ég hafði gífurlegan áhuga á sagnfræði ég hef ekkert í dag mjög mikið álit á sagnfræðingunum. Já, eða bara háskólanum eða akademíu eða fólki vegna þess að stjörnuspeki og læknisfræði var sama fæðið. Stjörnuspekingar voru ráðgjafar konunga. Isaac Newton skrifaði meir stjörnuspeking nokkur annað, Kepler, þetta voru allt stjörnuspekingar. Það bara búið að þurrkut út úr sögunni, það bannað að segja þetta. Og sagnfræði sem að segir halva söguna ekki sagnfræði, þetta svo að skrifa sögu íslenskra stjórnmála á 20. öld en það bannað að tala sjálfstæðisflokki. Og einmitt þegar við nefnum stóra atburði í sögunni, við tölum galdrafárið, hvað var í gangi þar, hvaða átök voru það í raun og veru ef maður ekki að taka mið af þessu að þá var, ef við segjum að stjörnuspeki hafi þá verið bara ráðandi þáttur í hugafæri fólks í einhverju skilningi, en maður nefnir það ekki á nafn, þá náttúrulega á maður mjög erfitt með að skilja atburði sögunar. Merkilegt, þetta stórmerkilegt og ég verð að segja, ég allur að mýkjast fyrir þessu, mér finnst þetta að því að manneskjan líka í eðli sínu leitandi og segjum að fólk sé að glíma við vanlíðan í sínu lífi og fari til sálfræðings eða fari til ráðgjafa eða fari að nota geðlyf eða nota áfengi til að deyfa sig áfram eða hvernig sem það gerir það hvort það væri ekki æskilegt allavega að gefa því sens að skoða hvað það staðsett í stjörnuspekinni Jú, má ég segja reitt að vandamálið í dag heilbrigði virkni allra þarf að segja og síðan heilbrigði jafnvægi og þriðja orðið sem ég noti orðið ábyrgð. Þú verður að taka ábyrgð sjálf, það gerir þetta enginn fyrir þig. Vísindin eru búin að vera svo snjöll, þau eru komið með sem ég kalla vísindakomplex. Þetta komplex sem við vorum með, sem ég kalla Mörlinarkomplexin eða vitringakomplexin. Ég sá fram í tíman og þess vegna veit ég allt og þess vegna get ég sagt þér, ári verður gott, ári verður vont. Núna eru vísindin búin að mála sig upp í horn með því að lofa of miklu og nú bíða allir eftir því að Kári finni upp lyfið sem að bjargi þessu og hinnu. Svo fer fólk bara í Hagkaup og Namiland og 3 lítrar af Pepsi Coke og pepperoni pizza og 12 kippur af bjór og drekka þetta og svo fara mér til lækna og segja gæða mér eitthvað við þessu. Og læknarnir eru konir, það vantar ekki meiri peninga heilbrigðiskerfið, það vantar það að fólk var að taka ábyrgð og það vantar það að vísindin viðurkenni vanmátt sinn en sé ekki að lofa einhver sem get ekki staðið við. Ósambík komið, einmitt. Já, en það sem ég ætlaði að segja það að þegar meðan ég að byrja, hvað eru margir klukkutímar í viku? 12 sinnum 7. 72.
24 sinnum fyrir ekki, það 24 tímar í sólarhring sinnum 7. 144 eða? Já, eitthvað svolítið. Segjum að þú farir 2 klukkutíma, þú farir í 2 tímur viku til sálfræðings og svo ferðu inn í einhverja miðstöð og það gefið þeim svona bæklingur við þunglindi. Svona þunglindi nú ekki gott og þú ert að hreyfa þig eitthvað svona. Fólk hefur ekkert og svo ferðu pilluglas. Það sem við erum að reyna að gera með því svona þessari orkugreiningu og ég með vefsíðu sem heitir orkugreining.is ef fólk hefur áhuga að kynna sér þetta. Það að láta manneskju hafa tæki þar sem að maðurinn, einstaklingurinn getur unnið með sig sjálfur, tekið sjálfur ábyrgð, sé ekki að bíða eftir því að Kári sem snillingur, skilurðu, geri eitthvað fyrir þig. Og þá ég bara með eitthvað hérna tæki og það lýst upplægi, það lýst að við erum að lýsa hvað umhverfi fyrir þig, hvernig þú ert, hvað ert að glíma við, uppspíral eða niðurspíral, af því að orka aldrei kyrrstæð, við getum verið uppspíral eða niðurspíral. Það vekur fólk til umhugsunar og síðan ég með spurningar sem að fólk með stöðum að og svo ákveðnar álíkingar. Gefa fólki tæki, það ekkert af þessu. Þú veist, þetta er bara hjálpa fólk. Ég ekkert að segja fólki að hætta að fara til lækni. Ég fæ þetta, þú veist, ef ég fer í bara grunneðli, vilja og lífsorku hjá mér. Og það stendur sól í nauti, ég veit ekki alveg akkur það stendur þarna, en það er það sem segir til grunneðlið og vilja. Já, það er mánuðurinn svo fættur í nautsmánuðinu. Já, ég fættur í nautsmánuðinu. Það talaði um að nærandi athafnir fyrir mig séu í blómstri þegar ég fáist við vinnu sem skila sjáanlegum og áþreifanlegum árangri. Leið þurfi ég ákveðna staðfestu og ég blómstri þegar ég er að byggja upp jafnt og þétt, lengi á sama vettvangi og ná að skapa órofið samhengi. Þetta allt mjög rétt, að búa við fjárhagslegt öryggi styrkir mig, mjög rétt. Eiga vönduð föt, gerðu náttúrulegum efnum, vel smíðu og traust húsgögn, fallega myndir af veikjum. Þetta allt rétt, þetta nærir mig allt. Sko, ef þú byrjar upplægi, þú ert fastur fyrir upplægi, jarðbundin, árangusmiðaður, hefur þörf fyrir að sjá áþreifanlegan árangur. Þú veist, þetta er upplægið. Og þess vegna náttúrulega kannski hefur... Ég skil ekki hvernig einhver getur verið öðru vísi en þetta. Já, þegar maður byrjar í stjörnuspeki þá segir maður, ekki allir svona? Já. Nei, ég alltaf öðruvísi og hann alltaf öðruvísi. Býtu, og þetta kjarni málsins. Við erum að reyna að búa til eitt norm fyrir alla og svo allir, svo þetta Sofía frænka í Kardímómabænum. Ussu segi, allir ekki að vera eins og hún og svo erum við alltaf að ráða, svo erum við alltaf að gefa fólki ráð. Sko, þegar ég var á þínum aldri, þá gerði ég svona, svo horfir dóttursónu minn 10 ára, sko, fættur 2010, sko, þegar ég var á þínum aldri, það var sko, þá vorum við nú bara út að leika í París og eitthvað hlaupa og þú veist, og ekki svona iPodum allan daginn þetta er bara önnur öld allt annar og ekkert verður það betra. Nei, og hann með annan persónuleika þar fyrir þetta. Ég með mjög skemmtilegt koncept sem heitir uppeldi sem velviljað niðurbrot. Það að segja foreldrar eru af því að þeir eru ekki að hugsa hvernig viðkomandi persóna að þá verið að gefa ráð sem út frá mér en ekki barninu. En almennt þá loga samfélagsmiðlar af átökum, þú ert fíbl og asni af því að þú hugsar ekki eins og ég. En ef við snúum þessu nú við og segjum býtu, það eru 12 ættbálkar hérna á jörðinu, við erum 12 mann þegar það segir býtu, hvernig hugsar þú þetta mál? Ég hugsa það svona, hugsar þú þetta svona? Já, er það? Svo virði ég það hvernig þú hugsar. Það það sem ég að reyna og ég bara reyna að koma og við sem erum í stjörnuspeki, við erum að reyna að opna bara á þessa umræðu að það sé til eitthvað sem er einstaklingur með mismunandi einstaklingsbundna þarfi og það vita allir að við erum ekkert öll eins. Nei, við erum mjög ólík og þetta er áhugavert þetta með uppeldið sko að nú er ég með 2 börn og maður er að reyna að sjá til þess að þau geti make a sense í heiminum og þá er maður eitthvað, heyrðu, skilur, ég var alveg upp að gera þetta reyndist mér vel, en svo er maður að reyna að þvinga því yfir á annað fólk. Pappi er náttúrulega til að vera svolítið stífur. Sko. Jú, pappi er mjög svona, á einhver leiti eins og ég, sko, fastu fyrir upplægi, jarðbundin, hann er reyndar fættur 19. janúar. Stengið. Hann er Stengið. Sem er jörð. Já, sem er í Stengið Fannebexel, sko. Já, Fannebexelið, sko, en Beggi, þú ert ekki fastu fyrir upplægi, þú ert ekki mjög jarðbundin, skilur. Júlí 3. júlí. Hann er krabbi. Þú er krabbi. Já. En ertu fastu fyrir? Nei, þú ert ekki mjög, allan ekki með sambarlegum hætti og ég. Ég á auðvelt með að færa mig til. Þú ert segur, þú byrjar við seglu.
Já, og hann er svona einhverfur. En það þetta er hrútur, þannig að þú getur verið hvatvís. Já, mjög hvatvís, Bergþór það. Og þú ertu með hugsun. En hann er ekki óskynsamur, sko? Tunglið er í meyju. Þú ert í arböndin, hann fær í arböndið uppfyldi. Sko, hver maður er margir menn. Og það er bara grunn hugsun. Og það er ekki skitsofrening, ég er ego, ég er fjölskyldumæður, ég er hugsur, ég er elskugi, kærleiksvera og ég er stríðsmæður. Þetta er hlutverk. Þetta er hlutverkaheimandir og bara það sem ég skil ekki, af hverju við vitum þetta að hver maður er margir menn, af hverju pælum við ekki í þessu? Hvernig er egoið mitt? Og hvernig, ef þú hugsar sko í praktískum veruleika, því þú hefur haft þína skjólstæðinga, ef svo maður segja, eða allavega kúna eða þá sem hafa leitað til þín mörg þúsund sem hafa fengið hjá þér mikilvægur upplýsingar sitt líf og svo er allir gangur að því hvernig þeir hafa náttúrulega unnið úr þeim upplýsingum. Hvernig svona, hvað áhrif hefur séð þegar fólk svona innan gæsalappa fattar þetta og byrjar að tengja inn í þessi atriði, byrjar að tilengja sér einhvers konar nýja hegðun út af þessu, hvaða áhrif hefur þú séð hjá fólki? Það er eitt orð sem heitir sátt. Hættast er þetta móti. Þarfasviðin, hlutverkasviðin er eins og raddir innra með sem eru að rífast. Guð, akkur gerði þetta í gær og er nú meira fíbli, akkur geti ekki verið eins og hann eða hún og eitthvað svona og það er það sem er að gerast. Svo allt einu uppgötur að þú ert nöyd með tungli fiskum og þetta meja og þú ert að næra alla þá kemur þetta orð sátt. Að sætta sig við og viðurkenna. Og það er aðal vandamálið. Við erum með hérna menntakerfi líka sem kostar stór peninga, við borgum skatta inn í menntakerfi, svo sendum við börnun okkar inn í skólakerfi og þau koma út úr skólakerfinu með greiningum að segja eitthvað að þeim. Sko, það eru frábær þjónusta. 30-40% 50% lifa í gegnum þetta, helmingurinn kemur út. Það er mjög mikið af fólki, helmingurinn af landsmannum sem er bara stór skattaður eftir heilbrigðiskerfið, álitað þessi heimskir og vittlausir og menntakerfið og okkur finnst þetta bara allt í lagi að bara, brottfall úr skólum er 70% eða eitthvað svo leiðis og við erum ekkert að velta þetta er svo stjarnfræðilega vittlaust. Það er að vestasækja. Það er sko, það er hérna ef við tökum hugsun, það eru 4 element, eldur, jörð, loft og vatn, frumkvæði. Og eldurinn, hrútarnir, ljónin og bómenninir, þeir fá greiningum að þessi ofvirkir. Af því eldurinn er útkverfur og þeir er ekki að sitja og hlusta. Ég og síðan fær vatnið, þú ert með athyglisbrest, sko. Jörðin er svo nákvæmur smámun sem hún bara fungerir í gegnum þetta, sko. En þannig að við erum svona greiningar og við erum með sko, og annað, ef að samfélagið væri svona ef að vísita væri svona frábær, akkur erum við með örorku, hvað, 30%, þetta er ykkur 20%, 4% bandaríkjamanna, 4% bandaríkjamanna eru í fangelsi eða á skilorði, skiljiði. Í bandaríkjanum eru 70.000 eða eitthvað sem að drepa sig á ópíóðum á ári, skiljiði. Það eru þunglindi, það er sjálfsvíð, það er ofbeldi. Meiri háttar vandalega. Já, við erum með skólakerfi hérna, unglingar, það eru 60% sem þjást af kvíða. Af hverju er þetta allt? Af því að það er enginn að tala við fólk á þeirrum fórsetum, hver ert þú? Hvað finnst þér? Heilin í fólki starfar ekki eins. Sumir eru með hérna, myndræna hugsun eða hljóðskynjun. Það er ekkit allir hérna, orð á merkur. Í 10.000 ára sögu mannkins, hérna ef við tökum síðan úr byltingunni, þá hefur verið 200 ár inn í skólum. Setja á rassinn inn í skólum. Þetta er bara glænýtt. Þetta var sérstök stjætt sem heitur skrýpur, scribes, og þannig komið árið að skrifa, sko. Í Egyptaland og svona, þeir byrjuð, þar byrjar ritmáli, þeir eru yfirleitt að það 10 balar af ull eða bómull. Og síðan ert þú bara pappinn af skósmiður og þú lærir að smíða skó og þannig er byggist þjóðfélagið upp að við lærum. Núna ef við ætlum að fara í hárgærslu þá ætlum að taka stúdentspróf, skilur, og vita hvað keisarinn í Mongóliu hét, skilur. Já, og þá spyr maður sko, ok, er maður þá bara þeirra mildi aðnjótandi að maður
var innréttaður til þess að takast á við skólakerfið. Já. Þannig að maður slappi gegnum það nálarauga sem það þá sko, á meðan aðrir verða miklu verið úti og þá er mikilvægt að vera ekki að því að klassískan ályktunin þá þessi var gáfaður og hinn var heimskur, þetta átt að gerast, skilurðu, en þín speki býður augljóslega upp á allt aðra sín á málið. Algjörlega. Það er ekki spurning, skilurðu, Helga Kress ammaðinn og Már pappiðinn og hann sagnfræðingur og þetta mentafólk og þau kunna á kerfið og kunna vinna inn í kerfið, þannig þið fáið hjálp inn í kerfinu. Síðan erum við með einhvern annan, skilur, það þú veist, einhvern drikkveldur sjómaður sem pappiðinn og svo framvegis og síðan ertu kannski með, það eru 3 tegundir af hugsun, það er sundurgreinandi rökhugsun, það er svona heildar tengslahugsun og svo er það innsæishugsun. Innsæishugsun er tímalaus og óstaðbundin og yfirleitt vera þá bara listamenn sem að fara þangað, sko. En það má alveg þjálfa þetta frá upphafi, en skólakerfið leggur aðal áherslu á þessa sundurgreinandi rökhugsun, ABC rökhugsun, sko, og rannsóknir og kannanir og svo kom hrunið, skilur, og það var að tala við hagfræðing og hvernig gerðist þetta þá sagði hagfræðing, ég get nú ekki svarað því, ég er nú ekki sérfræðingur þessi, maður er þá að kanna það sérstaklega og fá pening í það og svo er það að kanna og svo fara allar skýrslurnar upp í skáp og það þarf að gera nýja skýrslur af því að í eðli sínu eru þeir að sundurgreina, þeir eru ekki að tengja, síðan fer fólk út og gerist forstjóri einhver fyrirtæki, þá þarf það að beita tengslahugsun og þú varst ekki í þjálfu. Tengslahugsun er að tengja saman olíuverð, þetta pluss þetta pluss þetta pluss þetta og vera svona visionary og það er alveg hægt að þjálfa þessa hugsun en menntakerfið er bara búm. Þetta er margt mjög... Já. Þetta eru arketýpurnar, það er ákveðna arketýpur, grunnkraftar í náttúrunni, ákveðin lögum. Og svona fyrir einhvern sem er að hugsa, sem er að hlusta, eins og ég fæ þetta kort, það er þetta fá bara kort á orkugreining.is og kort, þú veist, þetta heitir kort en þetta er orkugreining. Þetta er skjal eins og ég sé þetta, ég fæ skjal og ég get lesi í gegnum sko hvaða þættir það eru í mínu eðli og mínu fari sem valda því að hitt og þetta sé æskilegra fyrir mig og make sense fyrir mig og svo framvegis. En sko þetta er hnífur og gaffa, þú mátt alveg hafna þessu, þetta er bara tæki til þess að vekja til hugsa, þetta er ekki algildur sannleikur, þetta eru kveikjur. Alls ekki. Nei, en ég er að hugsa sko, ég fæ svona smá tilfinningu svona, ok, ef ég myndi leyfa mér að fara inn í þetta, þú veist, ef maður myndi leggja niður vörðin svona, maður er á varðbergi gagnvart nýjum róttækum hugmyndum til þess að passa sig að gangi ekki á göflunum í dagstælega hvort að ef maður væri komin inn í þetta, hvort maður væri bara orðin ósamrýmanlegur við restina af samfélaginu, ef maður væri bara, já, nei, hann er sól í nauti, þetta er allt útskýrt þar. Fréttirnar eru náttúrulega það að 90% af konum eru hrifnar af þessu. Þannig að þú myndir bara hafa meiri séns. Ég er giftur maður en ég þurfti nú kannski að hjálpa konunum minni áleiðis að því hún er alveg klikkuð, hún er fædd 14. mars, er það? Hún er hrútur, hún er kvatvís. Hún er mjög kvatvís, skilur, en ég held að við hefum gott að því að fara í þetta ferðalag. Veist akkur margir kallmennir hræddir við stjörnuspeki? Já, það er tilfengi sem að lýsa. Af hverju er það? Af því að konaðinn fer á námskeið og kemur tilbaka og segir ég var að gera stjörnukorti, þú svo lokaði tilfinningalega. Já. Þú getur við rættið það og þú segir þetta lítur á þetta sem árás, sko, kannski mögulega. En það hafa allir gott, það er ekki hættulegt, sko, við getum alveg eins bara sagt það að þekking sé hættur. Hún er það, náttúrulega einhverju skilíki. Af því að hún reyðilar því sem er. En hættan er lífið sjálft, ævintýrið. En ef við þá ekki bara, ef við erum að banna stjörnuspeki sem er orkugreining sem gengur á tæki til þess að stuðla sjálfsþekkingu, þá getum við alveg bara banna sálfræði bara yfir höfuð og leggjum bara niður all hugvísindi og endurskipuleggjum háskólana þannig að þetta verði bara starfsnám. Þannig að menn fari bara í og var reynda mögulega bara gott, sko. Það eru margir sem vilja þetta. Það er stefnan svo að henda út það er ykkur að koma bara hugvísindum
en þá hætti fólk að hugsa en sko auðvitað viljum við það ekki en sko þetta er ekkert fyrir alla ég er ekkert að tróða þessu á alla sko Nei, þetta er bara í boði þetta er bara í boði En er einhver sem að nær að líða vel og ná árangri og lifa svona sómasamlegu lífi án þess að hafa einhvers konar grunn að sjálfsþekkingu? Já, við fæðumst mjög mismunandi sumir eru heppnir sumir bara fæðast með gullskeið í mununum eru járnböndnir að gengur bara vola vel og þeir horfa bara á heiminn og segja hvað er aðeir hann að fýblið svo eru bara aðrir sem eru fæddir með átök og mótsagnir og alltaf þá þessi hann með gullskeiðin að banna hinum að finna hjálpuræði sko. Já, og maður veldi fyrir þessu sko barninu, sonur minn er að verða 14 mánaða hann er ekki neinum vandræði með lífið þannig sé hann grætur auðvitað þegar það er eitthvað leiðilegt í gangi þú veist, en að öðru leyti ef það er ekkert augljóst leiðilegt í gangi þannig sé, þá bara hvílir hann vel í sér og bara nýtur lífsins á meðan á einhverju tímapunkti aflærist það hjá okkur á leiðinni til fullorðinsára Við erum mótuð inn í munstur þóknarlegt samfélagi hvers tíma skeið við erum sko gúrkur í gróðurhúsi hins eilífa sumarlands þá á ég við að fornmaðurinn sko lifði frekar eftir ástíðunum og þegar það var vorsumar þá ræktum við svo kemur haustið og þá söfnum við forða og síðan er veturinn þá erum við upp á baðstofloftinu og erum að tala saman eða njóta menningar og lista sko en núna erum við komin út í svona hlaupahjól sumarland raflýsingaborga þar sem að það er sumar allan ársins hring þetta er eins og sko frendi kona minnar er garðyrkjubóndi í Laugarási og ég fór einhvern tíma niður í gróðurhús og hann sýndi mig lýsingarnar sem að telja agúrkunum trúum að það sé sumar allt ári. Ég var að hugsa hvernig verður þetta? Munu gúrkurnar trúa því að verði að sé eilíft sumar og munu þær þolita og hvað munu þær þolita lengi? Og ég hef nú ekki kannað þetta en ég held að það þurfi alltaf að skipta út sko. Já, gúrkum eða setja gulrætur eða eitthvað annað í staðin fyrir 1 ár og hvíla jarðveginn og svona stigskipti en ef við pælum í vestrænum samfélögum þá erum við það er hávetur, það er 5. janúar vekjaraklukkan hringir sko klukkan 7 og þú skröltir hérna inn í málmhylkið bíliðinn úr steinkassanum og keyrir inn í einhvern annan steinkassa og inn í eitthvað, tekur einhverja lyftu upp á einhverja hæð og færði kaffi og ert síðan lætur í svo og það er alltaf sumar, alltaf að vera full, alltaf að vinna, það er aldrei hvíldu þetta. Ég held að þetta sé eina af ástæðan fyrir því að við erum með bara faraldur sjúkdóma og örorku og svona maðurinn er ekkit endilega gerður fyrir akkurat þetta lík vinna sumar allt ári. Já, er hann þá gerður fyrir annars vegar stríð og hins vegar frístund eins og sagt er? Já, veiða og þetta er bara hellisbúinn sko, hann fer bara að veiða og svo er bara verið að safna og svo bara veisla og svo er bara sofið og það þarf að safna forða fyrir veturinn en sko já, ég sé veturinn fyrir mig þegar ég er að segja þess að sögu svo vassberinn sko og fiskurinn þetta er svona, það er snjór úti allt og við erum frosinn hann inn á bóndabænum sko og við lesum svona húslestra og svo erum við að staga í sokkana og gera við verkfærin og svona sofa mikið í myrkrinu og undirbúa síðan vorið sko og þá förum við á fullt sko. Já, þetta er náttúrulega öfugt farið einhver skilningi í nútímasamfélagi því þá er það kannski helst af sumurinn sem fólk fær sumarfrí innan gæsalappa og fær að slaka á í 1 mánuð og kannski að maður þá lifi ef við segjum að stjörnuspekin og maðurinn og allt sér hluta náttúrunni að við lifum í einhvers konar að við höfum komið okkur upp kerfi sem er stríðandi gegn náttúrunni sko. Já, við erum búin að gera það. En við auðvitað verðum að lifa innan þess. Ég er bara að tala um þetta það er svolítið róttæk tilhugsun ég er ekki að bóða það sko. Ég er bara að tala um samt sko hvaðan við komum og síðan hvernig við getum unni með þetta. En ég tók eftir því þegar Alan Greenspan sko, það var eitthvað hrun hérna, Greenspan var seðlabankastjóri Bandaríkjanna í einhver áratugi, svo var eitthvað hrun og þá sagði hann og hver var orsökin sko og þá sagði hann orsökin er svo að módelið sem við notuðum til þess að skýra eðli heimsins virkaði ekki. Nei.
þannig að það var bara vitlaust módel sko. Já. Þannig að ég er svona mæla með að við tökum annað módel sko. Eins og ég sagði við tökum ekki 1 norm heldur 12 norm og við gefum svona slag og sveigjanleika og ef þú ert tvíburi þá þarf það að skilja og þú þarf að vera á hreyfanleika og skipta umhverfi á meðan nautið getur setið, en nautið þarf að læra að sleppa og þú verður að passa á því að stöðnun verði ekki að það er að segja stöðuleiki verði ekki að stöðnun. Já, það er mjög áhugaverð hugmynd. Af því að ég hugsa til dæmis að því að við hugsaum eins og stjörnuspeki, ok, maður fer að gera eitthvað í lífinu, maður menntar sig, fer í MR og svo fer ég HÍ og svo fer ég að vinna mókan og svo fer ég leiðist ég út í blaðamennsku og svo framvegis og ákvaði ég að gera það sem ég gerði í lífinu. Ég veit ekki hvort ég ákvaða, það gerðist, ég gerði það, ég ákvaði auðvitað einstaka þætti áfram hægt og rólega en svo enda maður á einhverju stað og ég veit að ég gera stöðnun eða stöðuleiki á maður að vera að gera eitthvað allt annað. Þetta eru áleitna spurningar. Getur stjörnuspekin komið manni áleiðis sko ekki bara hvernig manni líður eða hvernig maður á að eiga samskipti sína nánustu heldur hreinlega bara hvaða lífsbraut og lífsferil maður endar á að velja. Skilur hvað við? Já. Jú, sko, alltaf þessu. Og hvað á maður þá að hlusta á í þessari stjörnuspeki? Hvað maður ekki að hlusta á? Að maður bara hlusta á það sem maður er hrifinn af? Skilur þú? Nei, sko, þetta er svona, ég er nöyð, ég mann sko þegar ég fattaði það að stöðuleiki má ekki verða stöðun, en það var bara svona, já, ok, nú er ég, og þá er ég bara á varbergi gagnvart þess að þegar hluturnir er búin, þá þarf ég að sleppa. Þetta er bara svona, hrútar þurfa að fylgjast með hraða, að hraði verði ekki á mikill, þá þarftu bara að kæla þig, nöytið þarf að líka fylgjast með hraðin verði ekki á lítill, þú ferði í frí, sefur út og svo sefur út daginn eftir og dísilvélinn breytist í svona seta traktorvél og verður alltaf þyngri þangað til að segja, nú er ég að fara á fætur og fara út að ganga og þá nærðu upp rytma aftur sko. Krabbi, það er svolítið svona flóð og fjara þú þarft að loka þig af safna og koma út úr skilin og gefa þetta er svona ákveðin rytmi bara læra á rytman, ljónið sko, vera ekki of grand útrásavíkingarnir, þeir voru Júpiterar, þeir settu Ísland á hausinn sko. Díana prinsessa var nærstu því búin að setja breska konungsveldið á hausinn að þeim menn skildi ekki orkuna sem var í henni og kunni ekki að vinna með það og íslensku útrásavíkingarnir eru Júpiterar, þetta er þensluorka og ég sagði, hvenær verður stórt, nógu stórt aldrei og hvernig heldur utan þenslu með siðfræði og hugmyndafræði og með því að balansera þenslu og samdrátt en þarna var það ekki gert það var ekki gert, það var bara endalaus vöxtur þannig að sko stjórnleysi við erum að tala um orku grein orku og þetta eru náttúrukraftar og þegar við erum ekki meðvituð um náttúrukraftana þá yfirtakar meðvindundarleysi verður að stjórnleysi eða yfirsnúningur er æsingur eða undirsnúningur stjórnleysi eða stífla og hörnun og þetta er bara spurningun að greina orkuna þeirna til þess að svona hnika til ég þarf að passa mig að kæla mig niður. Og ef ég færi á kafið þetta, ég myndi fara vel í gegnum það sem ég fekk úr orkugreiningunum minni og ég er hægt að róla að gera það og maður les kafla í þessu og tekur síðan aðeins meira inn eru þá, þú veist, gæti maður þá teoretist farið þá og lesi bara fullt af bókum sitt já, það er alls konar ég var aðeins að prófa að setja inn í ChatGPT og það sagði ýmislegt gáfulegt sko en ég er auðvitað varðbergi gagnvart í, ég veit ekki hvort það séu fagmenn þar að baki það er bara mér finnst bara fint að vera á Varbergi ég meina ég var alveg fyrstu 10 árin sem ég var í stjörnuspeki þá var ég alltaf að efast þetta það er bara partur af eðlilegu þekkingarferli að efast og ég bara ef einhver sem er að hlusta á þetta trúir ekki á þetta þá er bara fínt ég hef ekki áhuga á golfi sko ég get sagt að þetta kemur svolítið svona seint inn í vitund mína stjörnuspekin, ég hef auðvitað vitað svolítið sá. Hver var það sem þú kynntist að tala við sem var og svolítið opin fyrir þessu sem opnaði þig fyrir? Alls konar, ég hef verið með stelpum sem hafa haft þetta á heilanum og Guðmundur Emil, einkaþjálfari, hann er alltaf búin að vera að gera kortið mitt og búin að senda mér hitt og þetta alltaf ég man hann kom inn einhvern veginn í þáttin hjá okkur og var að tala um einhver hús og ég var að heyra við hvað hús hann kom í tíma til mín hann sagði mig frá þér sko.
og þetta að koma svolítið svona seint inn í líf mitt, þannig ég svona kynni mér þetta. Nú ég búin að hlusta á podcastið þitt, Gunnlaugur, og bara svona búin að lesa mig til. Það gott podcast, þeir eru með alveg starfsemi í gangi með Ásgeiri. Já, frábær stemming og góð miðlun á þessu þar. Það mikið hrós skilið fyrir það. Takk. Og þetta að koma seint inn í líf mitt eftir að ég hef lagt inn mikla vinnu síðastliðin 8 ár að tengjast sjálfur mér og vita hver ég og fatta hvað keyrir mig áfram, að því eins og þú sagðir að náðan Snorri að þú hélst að allir hugsa þannig að segja, sko þar að segja ég sé þessa lýsingur og hugsa bara hvernig gæti einhver verið öðruvís en þetta akkurat. En máliðið með lífið að það mjög mismunandi fólk virkilega öðruvísi að pæla í hlutunum, og ég hef tekið einhvern svona próf eins og Enneagram og verið í alls konar vinnu að vita hvað lætur mig tikka, hvað ég vil, hvernig ég vil hafa hlutina og allt svoleiðis, þannig að ég svona og með mjög háa virkni í prófunu sem að ég fekk frá þér Gunnlaugur í því. Þá var ég í rauninni bara 95% allstaðar, ég bara svolítið með þetta á hreinu. Það bara gott. Það mjög jákvæmt. Takk fyrir það og það sem að stóð í minni orkugreiningu, það var allt satt. Þetta var allt bara átti virkilega vel við eitthvað sem að ég þarf að yfirstíga til þess að ná að koma mér í það sem að ég orðin í dag, með við það sem ég var til dæmis þegar ég var 20. Og þetta til dæmis og það stóð að þú þarft að gera upp barnæskuðina, þú þarft að átta á því, þú þarft að skilja hvaðan hún kemur, þú þarft að taka róttækar heilsu ákvarðanir, skilur, þú þarft að vera róttækur þar, sem bara mjög mikið það sem ég hef verið að gera. Síðan stendur líka að þú þarft hjartatengsl, en síðan þarftu líka vitsmunari tengsl, sem bara svona nákvæmlega það sem að ég þarf, og í rauninni allt sem að stóð að ég var í rauninni hannaður til þess að færa varningin heim, að koma með uppskýru heim í hús, bara það sem að líf mitt í rauninni snýst ég bara á stöðugum ekki yfirsnúningi en stöðugum snúningi þar og þetta stóð allt þarna í prófunu, og þetta var í rauninni ekki beint sjokkerandi fyrir mig, af því að ég svona, ég veit þetta sannleikur, ég veit að í þessu sannleikur út frá öðru fólki eins og til dæmis Yogananda sem að skrifa autobiography Yogi, þar eru bara margir kaplar þetta, og þar bara hann að lýsa stjörnuspeki, lýsa þessu þarna, og síðan líka önnur samtök sem ég tek mjög mikið mark á, sem ég hef verið að læra hjá hugleiðslu og svona leiðina í áttina að uppljómun til þess að fá að fara inn á retreat frá þeim. Það þarf að skrifa inn hvenær þú fæddist, og þau meta það hvort þú sett gjaldgengur eftir því hvar þú ert. Bara hvort þú sett manneskja sem má koma á þetta retreat. Og það eru svona alls konar skilaboð sem að hafa verið að koma til mín með þetta úr hinum ýmsu áttum, og síðan fæ ég þetta kort frá þér, Gunnlaugur, og það ekki neitt sem að á skjön. Þú veist, það sendur að ég eigi að vinna við það að miðla upplýsingum sem að ég geri og búa eitthvað til og vera á hreyfingu. Stendur þetta hvað átt að vinna við? Og það stendur meiri sig að ég þurfa að hafa marga bolta á lofti, sem þetta bara nákvæmlega allt sem ég geri. Og það eitt sem að stendur nokkrum sinnum sem ég á bara eftir að prófa, og það að veiða. Ég hef aldrei farið að veiða. Þannig að greinilega það eitthvað sem ég þarf að fara að kynna mér. Þú ert rísandi hrútur, það í þér ákveðin svona ævintýra mennska á móti kannski varkhorninni. Akkurat, og ferðalög. Ég farið einn í löng ferðalög, og þetta var bara mjög merkilegt að sjá þetta. Sígaunar element. Já, akkurat. Þannig að þú veist, en síðan spyr ég mig, hefði ég fengið þessar upplýsingar 22 ára eða kannski fyrir einhverjum árum þegar ég var ekki þróaður, þegar ég var ekki búinn að fatta hvað ég vil gera, ég veit ekki hvort ég yrði meðtækilegur fyrir. Sko, af því að ég hef búin að vera að gera kort síðan 1981 og fyndi þeir að þegar ég byrjaði 1981 þá var ég að vinna með pappikar. Hann var í stjórn Síne og ég hætti í Síne og byrjaði að gera þetta, og síðan las Már þetta fyrstu textana, fyrstu kortin og hjálpaði mér með þetta, og hann var bara mjög jákvæður og ég hef ekkert nema gott hann að segja og hérna bara fínn maður, en af því ég er búin að gera þetta svona lengi að þá ég allt 40 eitthvað ár, þá ég alltaf að hitta ég fekk mamma keypti svona korti, fæddist
eða bara ég fekk svona hvort ég var 20 og ég skildi ekkert í þessu, svo fann ég þetta núna daginn og þetta er alveg, þannig að staðin er já, þú verður að vera opinn fyrir þessu tilbúin, annars Já, sko já, og svo, þú veist, svo velti ég fyrir mig hvernig maður speglar inn í þessa speki þessi klassísku hefðbundu daglegu úrlausnarefni og vangaveltur. Allir eru með þrár og langanir og drauma og með hegðun sem þeir vita er ekki æskileg gagnvart sínum ástvinum, en þetta er alltaf aftur sömu grifju. Þeir eru með alls konar svona klassísk úrlausnarefni sem eru svona á fljótt á liti kannski ekkit sko katastrófísk, en svona eru íþingjandi. Maður er bara, ég er aftur í vondu skapi núna ástæðalausu síðdegis. Sko, fólk kemur yfirleitt til stjörnuspekings á tímamótum. Já. Þegar fólk er að missa vinnuna eða er að skipta vinnu eða þegar einhver krísa er í þjóðfélaginu. Ef allt er bara í góðu lagi, þú með 2 mánuði, milljónir á mánuði og konaði vill fara til tenni, skilur já, bara ekkur ekki gera það bara. Allir slækir og gaman, sko. Svo bara koma einhver tímaspil og þá er bara gott að hafa þetta tæki. Góðu fréttirna við þetta er upplægið þitt, þú átt þetta allæg, þú getur tekið, þú settir þetta upp í skúff, hillu og þarf ekki að lesa þetta núna, þú getur opnað þetta eftir 2 ár og lesið þetta þá og haft gagnaði þegar þú ert í stemmingu fyrir þetta. En hérna Snorri, sko, þú ert með Úranus sem er nýsköpunarorkan í spennustöðu við sólina þeirna sem er í 9. húsi. Þannig að þú ert í arfbundin þverhaus en hérna, þetta var náttúrulega okkur, sorry, að þú ert ekki spennufíkill, þannig séð, en þú ert svona þekkingar mjög þekkingarleitandi þegar sólin er í 9. húsi, þannig að þú hefur mikinn áhuga á í rauninni þekkingu og nýsköpun, sko, umbreytingu, en það er átökin eru íhaldssemi versus þetta er nákvæmlega það, sko að endur og svo er Úranus, það er staða hérna sem er mjög algeng hjá fólki sem að vinnur við ljósvakamiðla af því að þetta er svona raforka hérna þannig að það sem er að læra í þessu það er engin tilviljun að þú vinnur við það sem þú vinnur við. Það stendur hérna, kjarni málsins er að þú býrði við leiðtogahæfileikum sem nýta við margs konar nýsköpun, þó ekki síst og síðan tengja rafmagni, tækni og ljósvaka og samfélagsmiðlu, sólnýtju, Úranus. Svo að lífsorka þinn og grunneðli tengt endurnýruna nýsköpunarkrafti lífsins og þetta er rafmagnaður kraftur. Þannig annars lagið þá myndur fyllast einhverjum svona óróa eða fengi einhverjum svona stöðnunartilfinningu, þú þarft að sprengja þig einhvern veginn út úr rútínunni en að því þú snauta þá viltu vera inn í rútínunni, sko, og það þarft að gera eitthvað, þarft að fá einhverju útrás fyrir þetta rafmagn og þá hringir í Bergþór og segir, gerum eitthvað eða ferð í gang með einhvern nýjan þátt og fær þá niður spennuna þannig, sko. Já, þetta er nákvæmlega það sem ég er að glíma við núna, sko, og líka, sko, til dæmis það, sko, að ég leita mjög mikið núna í bara efni og bókstala um nýsköpun og ég bara á seinni árum þá er ég bara með hugan við nýsköpun í bara mjög víðum skilningi, hvort sem það er í rekstri. Maður læri stjörnuspeki á því að gera kort fyrir aðra. Þú ert með Sólskver Úranus, Bill Gates er með Sólskver Úranus, Elon Musk er með Sólskver Úranus, Harry Rampur er með Sólskver Úranus. Þetta eru svona karakterar sem eru svona hafa áhuga á nýsköpun. Leið ertu með Mars í Meyju og rísandi Meyja og sól í nauti, leið ertu varkar og jarðbundin og þannig að þá ert alltaf á bremsunni eða þetta verður að vera gagnleg nýsköpun til hvers á hann að vera og svo framvegis. Þetta er mjög áhugavert. En svo er brandarinn sá að þú ert með tungl í fiskum, þannig að þú ert með opin og flæðandi tilfinningarlega, þannig að konaðinn ræður öllu heima í þeir. Já, það er rétt. Eða þú bara, elskar, ok, viltu að þetta svona, Þannig að svona dagstaglega ertu bara svona lús og ljúfur í rauninni í nái tilfinningarlega, þá þú gætir virkað hrókafullur út á því kakvart einhverju þetta ekki. Já, þetta er allt rétt, sko. Það er ótrúlega það er eins og að hafa talað um fólki í kringum mig, sko. Þetta er þarna kellingi ræður öllu, sko. og síðan, ég meina, síðan býr maður yfir þessum upplýsingum og það sem þessar upplýsingar gera fyrir þig er að þú hættir
að skammast þín fyrir að vera ekki einhvern veginn það öðruvísi. er sáttin. Já. Já. Þú hættir að vera í togstreitu við það, ég vildi ég væri svona, ég vildi að ég geti verið að gera þetta. Já. Ég vildi ég væri svo Siggi sem var með mér hann er búin að útskrifa þarna og ég vildi ég væri hann. Nákvæmlega. En þegar að þú finnur þetta fyrir þig, þá veistu hver þú ert og þar leiðandi eldir það. Já. Það, eða eldir það ekki, laðar það að þér. Þetta er mjög góð punkt, þetta er bara kjarni málsins. Farið eins nánar út í þetta. Þú fattar hver eru grunnelement þíns persónuleika. Bókstaflega bara hvernig þú fungerar, hvernig þú sækir tengsl, hvernig þú vinnur að markmiðum. Sko, við erum alltaf svo við komum aðeins inn í þetta, svo heldur á. Við erum alltaf að bera okkur saman við aðra, þar sem að voru með okkur í bekk og í kringum okkur og ég vildi ég væri eins og hún og svona og svo kemur svona öfund og af því að við erum ekki eins og hinn. Leiða mig fattu það að ég er ég, þá er ég bara í samkeppni við mig en ekki einhver aðra. Þannig ég fer í þessar... En þetta er alltaf sagt og þetta er sagt að þetta sé göfugt að koma sér á þennan stað í hugmyndafræðinni, að hugsa ég er í samkeppni sjálf sig, en eitt er að segja þetta en þetta er hægara sagt en gert. En það gerist raunverulega þegar þú gengur inn í þessa hugmyndafræði það gerist raunverulega þegar þú mætir þínum tilfinningum, þegar þú mætir því sem er inni í þér, þegar þú mætir skömmunni, þegar þú mætir sektarkenndinni, þegar þú mætir órygginu, þú mætir óttanum, þú mætir þessu öllu, þú bara heilsar upp, þú bara ferð inn í þetta, þú hættir að vera í fjarveru, þú hættir að leita alltaf í vímöfni eða síman eða hvað sem þú situr með þér, þetta kemur upp á yfirborðið og þetta kemur upp á yfirborðið og þá hverfur þetta. Það er það ruglað við þetta og þetta hverfur og þá ertu bara þú. Þá ertu ekki að láta þennan ótta og þetta óryggi stjórna þér og þá ertu þú og það sem að stjórnukortið sagði mér bara já, ég er ég að gera þetta, ég er komin þarna, ég veit hvað þetta er af því að ég er búinn að leggja inn vinnuna til þess að mæta þessum tilfinningum sem að væru annars að stjórna mér og íta mér í burtu frá því sem ég er. Svo eru af því að hver maður er margir með og við erum í mörgum hlutverkaheimum þá gleymum við því oft sko, og vanrækjum ákveðna þætti af því að það fer of mikil áherslu á vinnu. Þið eru báðir með mjög sterka meiju þannig að þið eru svona vinnumenn og vinnan göfgar manni og svo fáið þeir samviskubit skiljiði ef þeir eru ekki búin að vera ekki vera að vinna og ná einhvern ákveðin ég er með króníst frá því að vakna og þá vera svo það er króníst samviskubit en svo bara fattar maður það þegar meian er að koma uppskjör í hús það er í náttúrugjörnum meiunar að það þarf að gera þetta núna það er ekki að bíða, það er ekki að slappa af það getur reynt og þá er hegið ónýtt og þá drepust við bara en ef þú fattar það að þetta er svona í frumstæðu meiagenunum með þetta komið uppskjör í hús en þá getur þú sagt ok, en nú ætla ég bara að vera í 3 daga fríi og ég mun næra þennan þátt í persónuleika mínum eftir 3 daga þá getur maður verið rólegur þennan tíma staðin fyrir að vera alltaf í kvíða. Já, það er nefnilega væri eftir svona vert fyrir mig að komast upp á lagi með það og hefur verið, í raun og veru verið ströggul fyrir mig alla ævi, áður var þetta bara skólatengt og síðan fór þetta yfir í vinnu sko, að það er einhvers konar afkasta árátta í raun og veru sko. Það er að vera jörð, það er að ná áþreifanlegan árangri og þú hamingjan í þínum huga, í hamingjan í lífi jarðarinnar er að sjáðu, ég gerði þetta taktu utan með þetta og það þýðir ekkert að segja horfði í spegil og hugsaði ákvæðar hugsanir skilur og blá og blá og blá jörð er jörð, þú verður að framkvæma hluti og hvað þá, þú veist, út frá stjörnuspekinni hvað er það sem að gerir við sko þessa, þegar maður bara fellst á þessar upplýsingar að maður sé svona gerður og svona innréttaður og þetta sé manns uppfylling en enga síður ef þetta er að ganga of langt og ganga of nærri manni, þú veist, hvernig eru menn þá að nota stjörnuspekina eða þannig séð bara þekkinguna, sjálfsþekkinguna til þess að vinna gegn þessu, er það bara eins og þú segir að maður þá bara æfið sig að segja, heyrðu, hérna nú koma 2 dagar þar sem ég mun ekki sína henni afköst ég ætla bara að leyfa mér að njóta þeirra af því að ég get alveg reynt að segja þetta við mig, ég veit ekki hvað það virki sko. En sko það er einhver ótti í þér gagvart þessu, það er svo tækið þetta sé einhver trúabröð sem muni gleypa þig þetta er bara hnífur og gaffall sko. Þetta er tækið sem ég nota, þetta er hvorki merkilegra né ómerkilegra, í mínum huga er þetta mjög merkilegt en þetta er tæki, ég ger ekkert skilur ef ég væri ungur skilur og hitt einhverja konu sem ég er hrifin ég myndi ekki segja ég gerir korti fyrir þér, nei ég get ekki verið með þér af því að þú ert ekki með rétt kort sko. En þó ég sé mjög hrifin að þér ég myndi aldrei gera það þetta yfir tekur ekki nei, maður á ekki að gera það þetta á ekki að verða einhver hætja sem stjórnar lífi og það er einhver ótti og svo er aðrir með ótti ég vil ekki láta
merkja mig með eitthvað að Já. ég sé svona og þar með að vera að íta mér inn í eitthvað box. Það ekkit þannig. Að vera í nauti, það að vera naut, en það er spírall upp og niður, það 100 skrif upp, það 100 skrif niður, þitt stjörnukort þín orkugreining einstök. Það hefur aldrei komið annað svona áður og mun aldrei koma aftur. Þannig á endanum þá ræður þessu. En það að segja aldrei áður og aldrei aftur fættist á nákvæmlega sama tíma á sama degi eða... Sömu plánetustöður geta, það svo margir þættir og hreyfingu, þeir geta ekki endurtekist. Er þetta líka hvar ég fættist það? Já, hvar og hvenær og klukkan hvað. Og þetta þetta Þannig að það engin eins og þú og hefur aldrei verið. Þannig að í rauninni þetta svona... Þetta bara tæki til þess að hjálpa þér að finna þig, en þetta ekki tæki til að dæma þig eða íta þér í að vera einhvern veginn. Og hvað mælir með svona almennt þegar maður fær svona orkugreiningu? Því að maður búin að renna í gegnum þetta en ég ætla að lesa þetta betur og svona. Hvað mælir með að maður gerir við þetta? Maður fari og skrifi inn líka virknina sína á ákveðnum sviðum. Þú veist, hver vinnan sem fólk á að vinna í textunum? Það til eitthvað sem við köllum núverandi virkni og maður getur svarað þessu spurningu, svo getur maður vista þetta og þá fer þetta inn í svona dagbók markmiða og svo hreinsast þetta, svo getur maður gert aftur eftir 2 mánuði. Þetta bara til að halda manni við efnið að minna mann á. Þetta eru 7 kaflar. 1 kafli lífsorku, 1 tilfinningar, 1 hugsun, 1 kærleika, 1 baráttorku, 1 þjóðfélag. Þetta eru 7 þættir. Og þegar ég fer í gegnum alla þessa 7 og svara spurningu, þá hef ég verið að, þegar ég bjóta til á sínu tíma, þá sá ég til dæmis að samskipta þáttir persónuleika sem það var í 26%. Það var bara svona já, ok, ég bara ignorir þetta, ég var að vanrækja þetta. Samskipti við bara fólki í kringu þig? Já, var bara komin, venns í nauti, var komin einhverju rútínu, bara með konunum minni og vanrækti félagslíf og vini og bara allt skilur, og svo bara allir kom einhverju spurningar sem tengdust því og ég var að byrja, já, ok. Þannig að, þú veist, þetta bara vekum að til umhugsunar, það í rauninni, og svo bara ákveðnir hlutir í sambandi við, svo vera naut að vera út í náttúrunni, fara út að ganga, leggja fyrir, passa upp á peningamáli, og svona, ég var að vanrækja það. Ef við förum aðeins nánar út í það, að því að þú á einhverjum tímabúti verður hrifin af þessu áhugaverða og gagnlega hugmyndakerfi, og þú hefur augljóslega hugsað þetta mjög í samhengi við uppbyggingu samfélagsins og struktúrin. Við búum í kapitalísku hagkerfi í einhverjum skilningi, þetta snýst viðskipti og það hefur verið svona leið sem við höfum komið okkur saman að sé ágætt leið til að reikna út áhuga. Kommunismi og miðstýring reyndist allavega eins og ég sé söguna núna, ég mun kannski breyta skoðun, reyndist ekki gagnlegt tól til þess að reikna út þarfir og langanir fólks út frá. Ég mjög hrifin af kapitalisma, eða í rauninni þá það bámennirnir sem að dreifa þekkingunni heiminn og það eru kaupmennirnir. Það er þarna Marco Polo sem fór frá Ítalíu til Kína og kom tilbaka með silkið, skilur, hann kom með þekkinguna. Þannig að kaupmenn, þeir fara til einhverja landa og finna einhver handrit og koma með. Þannig að kaupmenn til dæmis stétt sem að nýtur ekki sannmælir. Þeir eru opnu. Ég ekkert á móti. Þeir hafa fengið á þessu óorð. Já, en þeir eru að koma með krydd og mat, þeir eru bara að gera kakla hlut, þeir eru bara að flytja vöru. Ef að hins vegar einhver einstaklingur vara sett inn í vöruskemmu og hann segir ég á þetta. En þeir sem að komi með vörunni, þegar einn tekur of mikil, þá þetta orðið hættulegt. Þannig að það alveg, í mínum huga snýst þetta jafnvægi. Það að segja, það verður að vera ákveðin. Ég sjálfstæðiskrati að upplagi og ólst þetta upp á linkaðanum hjá sjálfstæðismannum og en í dag lítið á sem einingar sinna. Já, en hefur viljað kjósa flokkina, sjálfstæðismenn? Ég gerði það lengi, en ekki í dag. En ég myndi kjósa hann eftir einhver tíma ef hann verður lítill, af því að það þarf að vera jafnvægi á milli frelsis. Vitið þið hvað kosningar ganga út á? Það verið að kjósa erkitýpur. Úranus frelsis erkitýpan, Neptúnus samhygð og jöfnuður og svo kemur hópsálinn og velur hvort þú vilji meiri þenslu eða meiri eða minni ríkisafskipti og
og svo þessu kallið kassa og svo verða stjórnmálaflokkarnir fulltrúar í rauninni erkitýpu orku náttúrukrafta og ég sem stjörnuspekingur bara hlindur því að það sé jafnvægi allara og síðan af því ég stjörnuspekingur að þá dettur mér ekki í hug að vera að dæma annað fólk og segja þessi asnar og fíbl og glæpamenn og svona skilur þannig mínum huga þá Bjarni Benediktsson prýðilegu maður og Gunnar Smári líka prýðilegu maður skilur þeir eru bara mismunandi menn skilur að díla við einhverjar aðstæður sem þeir eru í jú, þeir gera mistök væntanlega og hitt og þetta ég ætla ekki að dæma það ég væri alveg til að hjálpa þeim að verða betri menn og það það sem að mér finnst í grunninn vanta veistu hvað stjörnumerki Bjarni Já, að sjálfsögðu hvað hann? Hann er hérna Vassberi já. með merkur í stengið eins og Katrín Jakobsdóttir þess vegna náðu svolítið vel saman hann er með tungli meyju og svo er hann með massi hrút þannig að hann verður svolítið pirraður svona á taugum ef menn eitthvað á mótmælun og getur að til að vera svolítið argur það er ekki eftir því það er af því að hann er svona sennilega sko verður hann svolítið sár sko held ég yfir því að ég að reyna að gera mitt besta sko og svo og svo kemur einhver sem hugsar allt öðru og bara skilur ekkert að hann segir hann að gera gott hann heldur hann segir hann að gera illt margir tala hann stjórnmálamenn að þessu að reyna að gera illt sko vandamál í stjórnmálum ekki hægri eða vinstri vandamálið í heiminum eru siðlausir einstaklingar sem hreiðra sig í hægri og vinstri og nota átökin til þess að skáka í skjóli nætur og skara elda í köku þannig að ef ég siðlaus sjálfstæðismæður og brýt af mér þá eru kommarnir að ráðast á mig og þá verða heiðarlegu sjálfstæðismennir að verja mig og þeir detta óvart í það og eins með kommana sko þannig að ég ætla ekki að gefa öllum sem eru sjálfstæðismenn frían passa og heldur ekkit öllum sem eru kommunistar frían passa en almennt séð að þá í mínum huga kommunismi einhvers konar forræðishyggja skelfileg það sem eitthvað vald ofan af ákveður fyrir alla ég algjörlega aðhyllist frelsi en ég líka aðhyllist líka samkennd það er og miðjorðið jöfnuður jafnvægi á milli jöfnuður ekki til það hérna allir menn eru all men are born equal í hérna stjórnarskrá eða Bandaríkjan heitir bara bull það ekkert allir born equal sko og við mennirnir við dýrkum afreksmenn og við viljum alveg Víkingur Heiðar að æfa sig 8 tíma á dag að spila píanó skilur auðvita á hann að uppskera góða samninga skilur umfram einhvern sem nennir ekki að fara á fætur sko en hérna það mikið talað réttindi núna og allir hafi sem gilur réttindi og þeim fjölgar sko fjölgar sífellt það bara afleið ég á vin sem fór til Asíu hann sagði vegna þess að Asíubúar sko entitled við eigum rétt á 300.000 krónur á mánuði og rétt á henni þetta virkar ekki þannig við sko þjóðarkakan og auðurinn bara afrakstur vinnu og kakan svona stór það ekki þetta ég bara, við fólk á ekkert rétt á einhverju það verður að vinna sér inn í réttin það þarf og sömur líta svo á að heimurinn sé einfallega þannig víraður að þú uppskerir bara því sem þú sáir það að segja að það sem kemur til þín verði alltaf í samræmi við þá þjónustu sem þú ert að veita sko. og stundum kannski eitthvað óréttlæti það væri kannski fyrst óréttlæti ef það væri lagi fyrir að menn bara uppskeruðu ekki í takt við það sem við varum að segja sko mér finnst að eina starfi sem ég hef unnið fyrir utan stjörnuspeki það var að ég tók meira próf og var að vinna í nokkur ár sem bílstjóri með stjörnuspeki hjá ferðarþjónustu fatlara og kynntist mjög vel heimi fatlara og þeir sem eru veikir og sjúkir því það verið að keyra þá sem maður getur ekki keyrt á millistað það eru flogaveikir, gamlir, eldri borgarar og svona og það raunveruleg þjáning til í heiminum og við eigum að hjálpa þeim en síðan einhver sko sem 25 ára og nennir ekki að vinna og fer í virk og lætur dæma sig örorku. Ég hef ekkert vola mikla samúð með því vegna þess að
þá er verið að taka frá þeim sem virkilega þurfa. Þannig að ég ætla að segja svo sem að dæmitum sko, og virkar örgulega ágætis fyrirbæri. En það þarf að veita fólki aðhald, en þetta er bara svona mildi. Þetta endar alltaf í mínum huga, jafnvægi. Jafnvægi, þetta er alveg stórkostlega verkefni. Einn spurning með þessar erketýpur. Hvaða hlutverki spilar frægt fólk í þessum svona stóru, þú talar kollektífi, velur kollektífi líka Hollywood-leikarana og popstjörnunar. Er það fólk sérstakt? Þetta er frábær spurning. Málið er að við lifum, sko, við erum komin inn í öld Vatnsberann, svo við erum komin inn í skýjaborg. Við lifum inn í svona tækjum og skýjum. Við lifum kærleikan í gegnum stjörnurnar. Við söfnumst við fram að sjónvarp eða kvikmynd og þar er að sæta leikkonun að kissa gæjan og maður ímyndi sér að maður sé gæjan, sko. Það eru, stjörnurnar eru einstaklingar yfirleitt með sterkan Úranus, Neptúns og Plútó, svo við tökum það, sem að lifa arketýpunar í sínu lífi og fólkið lifir í gegnum listir, kvikmyndir, bókmyndir, sko, hlutverk lista og bókmynda og kvikmynda og er í rauninni svona til þess að gera lífi bærilegt, sko. Og við höfum mikið ímyndunarafl, þannig að ég lifi. Og flytjast skilaboð frá þessari stjörnuspeki þekkingu til okkar í gegnum listina. Þú veist, það er til þjóðarstjörnuspeki. Það er ákveðin tímabil og ákveðin orka í heiminum sem að síðan stjörnuspeki sem náttúrugenafræði, sem er greining á náttúrulögmálum og þeirri orku sem er í heiminum og það er meðal annars mundane astrology, þjóðstjörnuspeki sem er hlægileg, skilur, það koma tíska, þú veist, allt í einu er allir kallar mér konur með skegg, skilur, og konur í svona pils eða eitthvað svo leiðis. Við erum öll tengd á sálanetti og baku þetta er eitt líf, eining. Þetta er svo áhugavert með þess að tísku. Þú veist, þegar við vorum að tala um það í gærbæki, að allt í einu sá ég að Abercrombie & Fitch, bandaríska fatamerkið, sem var mjög vinsælt 2011, 10-11, þegar ég var algjör rúlingur og þá var ég alltaf að heimsækja búðina í New York og dáði þetta merki og dáði Abercrombie & Fitch rakspíran. Já, gerði það saman, sömuleiðis. Og svo hættu þeir að selja alvöru rakspíran. Já, en svo datt þetta einhvern veginn niður og úr vitund minni og ég held bara að þetta væri hreinlega að fara á hausun og það voru höfðu verið fréttin það. Og svo allt í einu núna, bara fyrir nokkrum mánuðum, þá bara fékk ég hugbúðum og núna langaði mig aftur að kaupa mér Fitch rakspíran. Og það væri bara allt í einu aftur einhvern veginn í einhverjum skilningi orðið ásættanlegt. Út frá tískuströmmum, sko, að því maður fylgir þeim. Og svo les ég að allt í einu núna í fréttum á YouTube, stór fréttum að hvernig þeir eru bara tífaldar hlutabréfaverðið sitt á örfáum mánuðum núna og árum. Það er lent í skandal og en sko, þetta með tísku og þetta með orku er mjög merkilegt. Það er sko, og svona það kemur einhver uppfinning og það er einhver vísindamaður sem kemur með algjöra nýjung í London 12. janúar og svo bara 13. janúar, daginn eftir, annar frá í París með eiginlega það sama. Þetta er þetta sem Jung var að tala um collective unconscious. Við erum öll tengd á samvitund og í samvitundinni, það er til eitthvað sem heitir 100 manna reglan en það er nú annað, en allavega það í samvitundinni er ákveðin orka svona gerjun inn á neti og þegar við erum á tónleikum og öll saman einhvern veginn 50.000, þú veist að þá erum við að tengja okkur og það er þessi hópsál. Og síðan kom einhverju tísku og ströyma, það koma hippar og punkarar og þetta er bara uppadnir og þetta er bara brandari, sko. Já, en er samt svo merkilegt að það er raunverulega einhver hópsál og þá hugsa maður, þú veist, er þetta allt ein eining, skilur? Jörðin er ein eining. Jörðin er ein eining. Jörðin og veröldin. Og bara kosmosin. Við erum frumur á jarðarlíkamanum, við erum svona DNA sem eru með náttúrugen alveg svo Kári tekur fjölskyldugenin og sér í DNA, fjölskyldugenunum DNA. Það er svo brandari að kona mín var að vinna í 10-12 ár hjá erðagreiningu, sko. Svo vann fyrir Kára sem var í fjölskyldugenunum og bjóð með mér sem er í náttúrugenunum. Þetta
og þetta bara farið í hináttina, þeir nota smásjó og við notum stjörnusjónauka. Við vorum að skoða stærri og áletta við minna. Já, og sko, en þá spyr maður sig sko, hvert hlutverk einstaklingsins og ábyrgð einstaklingsins og frelsið einstaklingsins og hinn frjálsi vilji innan gæsalappa ef að við erum einn massi, þú veist hvers má einstaklingur sín? Einstaklingurinn má sín ekkert vola mikil. Við eigum náttúrulega númer 1 að þjóna lífinu. Einn aðalfrasi minn bara sko maðurinn var fæddur til að þjóna lífinu, lífi var ekki skapað til að þjóna manninu. Við erum komin í öfugt. En sko frelsið og ófrelsi er að Snorri, þú ert fæddur 1. maí árið 1997 sem kallmaður inn í ákveðna fjölskyldu með pappa og mömmu og einhver ákveðna aðstæður. Þú fær því ekki breytt. Hvað getur þú gert? Þú getur skoða orkuna þína og þú getur farið, orka í háreðalári tíni. Ef þú drekkur viski, mikið af viski, það verður áfram þú verður bara grófur. Þú getur valið, frelsið þetta að verða besta útgáfan af sjálfur, fara í uppspíral, fara í hákvæðatíðni. Síðan getur þú valið að vera niðurrífandi afl í heiminum eða þjónandi afl í heiminum. Ég man þetta þegar ég var í nætuverður í 3 ár, 24 til 27. Ég var að lesa og hugsa og ég tók þá meðvituðu ákvörðun að vinna með uppbyggjandi öflum í lífinu. Ég tala vel annað fólk, ég er að reyna að hjálpa fólki að verða betri manneskja, ég er ekki að gagnrýna neitt eða rífa niður og þetta valið. Ég reynir líka að yfirstíga mína veikleika og galla sem eru fjölmargir og svo framvegis. Kona mín segir ég hefði skánað töluvert. Sko. Já, það er árangur. Og hvernig bregstu við neikvæðinni með jákvæðinni? Sko gagnrýni til dæmis, hún kemur mér ekki við. Ef einhver er að gagnrýna stjörnuspeki, þá segi ég, heyrðu, hann er að gagnrýna hugmyndir í sínum eigin höfði. Nákvæmlega. Þú býr til einhverja hugmyndir eitthvað sem kemur mér ekkert við og projekterar það yfir á mig og segir, fyrir 20-30 ára þá tók ég þetta mjög nærri mér. Mér leið alveg herfilega illa þegar ég sá opnuna 1991, kirkjan var að gagnrýna mig og kirkjan er valdastofnun og háskóli, þeir voru að bregða fyrir mig fæti. Ég var að reyna, með fjölskyldu að reyna að vinna fyrir mér, að kaupa húsnæði og svoleiðis og þetta eyðilagði fyrir mig business og þeir voru bara og þetta var mjög erfitt, en sko í dag þá ignora ég bara þetta kemur mér ekki við. Hvað þér finnst mig kemur mér ekki við. Það er mitt mál. Það er þitt mál. Manneskjan geymið hatrið eða pirringin eða hvað sem er hjá sér og þú tekur ábyrgð og ákvörðun hvort þú ætlar að leiða að koma á þig eða ekki. Sko, lærdómur andlegu fræðana, austræna andlegu fræðana, ég las einmitt Alan Watts og Aldous Huxley og alla þess að kalla og þetta austur og vestur, sko, þetta er vola mikið þessi austræna heimspeki og ég las þarna Yogananda bókina sem varst að tala og allt þetta í gamla daga. En það er empty mirror, spegillinn. Lífið er spegill. Og þegar ég horfi fram þá er ég að horfa á sjálfa mig. Sko. Ég í dag tek ábyrgð á öllu sem að gerist í mínu lífi. Það er allt sem gerist í mínu lífi er á mína ábyrgð. Það er engum öðrum að kenna. Af því að ef ég kenn einhverjum öðrum það er valdaafsal. Ef það er pabbi eða mamma sem gerði þetta og þess vegna er ég svona og þess vegna mamma og pappa breyta sér, mamma og pappa breyta sér ekki, þau hafa engan áhuga því, ég verð að breyta mér, þannig að ég verð að taka ákvörð á því, þannig að ég teka algjörlega ábyrgð á minni orku og ég greini mín orku, ég naut með tungli fisku þetta og massi stengið og ég hugsa bara hvað ég að gera til að komast upp í hærri tíðni minnar eigin orku og það er það sem ég vinn í og það er það sem ég get gert. Við breytum heiminum með því að breyta okkur sjálfum. Og ég með annan núna í dag að ég sigra heiminn þegar ég sigra sjálfa mig. Ég sigra heiminn með því að sigra sjálfa mig. Ef eitthvað gengur illa og eitthvað er að í umhverfinu mínu þá segi ég við sjálfa mig, heyrðu, hvað er að hjá mér? Hverju þarf ég að breyta? Hvað þarf ég að gera til þess að sigra heiminn? Ég bara tek ábyrgð. Heilbrigði er virkni, allra þarf að segja það er jafnvægi á milli þeirra og það er ábyrgð.
hvernig horfir stjörnuspekin á innsæ? Segjum sem svo tökum sem dæmi mannesku sem er búin að fá orkugreiningunum sína, skilur nokkuð veginn hvernig hún á að staðsetja sig í lífinu og hvaðan er þessi manneska síðan að taka við leiðbeiningunum sína? Innsæi náttúrulega bara, ég var að tala um þetta, það eru 3 tegundar hugsanir, sundurgreinandi hugsun, tengsluhugsun og innsæishugsun. Innsæishugsun æðsta hugsunin. Er hún töfrar eða? Nei, hún er bara að hlusta inn á við, hlusta inn, sæi, horfa inn. Finna fyrir tilfinningunum þegar þú lýgur, þá kemur tilfinning. Já, horfa bara á það, hlusta eftir því. Hann er náttúrulega krabbi, sko, og það er feeling, þannig að krabbin á að hlusta á gut feeling, guttið, magan, og sko, þetta er svona alls konar brandarar, þú ert að kaupa íbúð, sko, og þú ert jörð og þú horfir á Danfoss og hvenær voru skiptu gluggana og það ekki, þetta er bara fínt og hvað kostar fermetrinn og svona, svo kemur krabbin og vatnið og byrju snýst hún í hringi og horfir upp í loftið og svo bara, nei, það er ekki góða randi hérna. Vibe er off. Og ég bara fer út. Og hvað meinar með því? Það er bara fílaði þetta ekki. Þetta er vatnið og það vatnið, krabbin, sporðdrekinn og fiskur fungerar fyrst og fremst út á innsæi og á að hlusta á innsæi. Þetta er áhugavert, sko, því að við keyptum okkur íbúð á dögunum þarna fyrir árunu, eða fluttum á Tómasarhaga bara alveg upp við Lyngheiði, sko, þannig að þetta eru þessar slóðir og við keyptum það bara á sundurgreinandi hugsun í að sko, þetta er eign og það eru hlunnindi þarna, þetta er ágætis jörð og hægt að gera þetta og hitt og svo kem ég þangað og bara eftir marga vikur þá byrja ég að upplifa, þú veist, það er algjörlega svona eftir á þangi bara, heyrðu, vá, hvað þetta er frábær staður og andinn hérna er góður, sko, en maður hugsaði ekkert um það meðan ég var að kaupa, sko, meðan Beggi hefði líklega farið bara á fundið lyktina og tekið ákvörðun út frá því, sko, þannig að það er það sem ég finnst stór uppgötun í þessu fyrir mér. Sko, Snorri, þú ert með tungl í fiskamerkinu. Þú ert mjög næmur tilfinningarlega. Þú ert með mikið ímyndunar. Þú ert mjög sterkt innsæi. Þú ert með sterka samkennd. Þú hugsar mikið hvernig líður konunum minni, hvernig líður börnunum. Ef að þeim líður illa þá breytir þú þau tilfinningar af því að þú ert mjög næmur. Þú kannski hefur ekki áttað þig á því að það er að hver maður margir menn, það er hægt að vera bæði jarðbundin, þverhaus og næmur, sveigjanlegur, þú veist, þannig að þú ert í grunninn ljúfur tilfinningarlega, sko, það er gott verið með að segja mér það, sko, þegar maður kannski býr til hugmyndir sjálfan sig og byrjar að lifa eftir hugmyndir sem maður býr til sjálfan sig. Ef að mann hugsa ekki það hver maður er margir menn, þá getur sjálfsýmyndin orðið svona parta sjálfsýmynd. Það verður hluti af manni, sko, þarna harði töffarinn, sko, sem að þú getur alveg verið, skilur og þá er sérst að þú ert, þetta er ég, en þetta er bara hluti af þér. Einmitt. Þannig að, nei, þetta er stóra uppgötun í þessu fyrir mér er einmitt að það séu raunverulega að því að sko ég þekki fullt af fólki og þú þekkir þetta fólk miklu betur en ég og eiginlega allt umhverfið eins og það leggur sér stundum auðvitað blasir kannski þannig viðmanni að það er fólk sem er segjum að það sé einmitt vísinda þengjandi innan gæsalappa eða með sín trúarbrögð og með sína heimsýn og hafnar þessu algjörlega en að opnast fyrir því að hér séu mjög verðmætar upplýsingar fyrir hvern og einn, eins og segir, þetta eru bara tól maður ræður hvað maður gerir við þetta, maður ræður hversu alvarlega maður tekur hverjum einu þætti en stundu sér maður kannski setningu í þessari orkugreiningu sem er bara, heyrðu, ég þarf að elta þetta er verið að segja mér eitthvað, skilur og það er þá það sem þetta gengur út á, sko. Ég skil ekki, sko ég skil óttan en ég skil hann ekki, sko, því að og ég skil ekki, sko, vísindin eru aðferðafræði. Þetta er ekkit annað en, sko, þessi vísindahyggja kemur sögulega séð þarna upp úr Þýskalandi, sko, það er eitthvað 30 ára stríð í Þýskalandi 1650, það er allt í mólum, það er einhverjir keisara sem valdi yfir alla, það er einhverjir páfar og trúabræðir sem og þá grípa mennin í skynsemi, vísindi og þetta verður að trúabröðum ef það gengur á langt, en vísindin eru frábær og þetta er aðferðafræði að kanna og rannsaka og kynna sér og svo álykta ég og þú getur endur tekið þetta og rannsaka þetta og allt svo gott og sérstaklega virkar þetta fyrir raunvísindi, brúarsmið og lyf og alls konar tækni
en þetta virkar ekki fyrir mannin af því að maðurinn ekki vísindalega fyrir, hann flókið fyrirbæri tilfinninga, sálarlýs og alls konar. Það sem ég skil ekki með vísindin og vísindamennina að leið að ég segja, ég vísindamaður og ég vil rannsaka á þetta, kynna mér, þá get ég samt ákveðið að eitthvað sem ég hef ekki kynnt mér sé della. Þá ertu að breytast í mjög irrationál persónu en á þeim forsendum og notar það sem rök að þú sért svo rationál. Þess vegna meiru vera rationál. Þetta paradox, þetta þversögn, þetta bara ótrúlega glæpsamlega þversögn. Í rauninni, sko. Já, þetta er margt í þessu. En sko, ef að menn vilja ekkert hafa ekki áhuga á þessu, þá það bara allt í lagi. Og það fullt af fólki sem að þarf ekkert á þessu að halda og hefur bara áhuga á málfræði og málvísindum og greiningu, kynjagreiningu eða hverju sem það eða sagnfræði og einhverju og bara fínt. Já, en svo kemur augnablik hjá þeim og ég finn að maður og ég held að gerist og líka bara hjá mörgum vinum mínum að það svo margir eignast börn, svona fyrstu börnin sín og það margir sem reka sig á þá eitthvað svona, ekki múr en svona fá svona eitthvað svona smá pot í öxlina eitthvað, heyrðu, skilur, þú ert hérna, þú veist, þú átt með þetta líf og nú áttu þetta barn og þessa fjölskyldu og það er kannski eðlilegt að þú, ég veit ekki, svona verður aðeins meðvitaðir í þínu nálgun gagnvart lífinu, sko. Sko, kallmenn eru alltaf svona veiðimenn eða eitthvað svo leið, mér fannst þessi hellisbúin sem það er vantarlega flestur séð mjög fín, sko, konurnar eru svona hirðingar og kallmenn veiða, þegar kallmaðurinn er svona línu með línulega hugsun þarna, það er að veið og konur er meira svona hringlaga hugsun sko. Svona í tíðina þá eru konurnar hafa verið að alveg börnin og þú veist, þú ert að fara í vinnuna þannig hún fer með barnið til tannlæknis eða hvað sem það þannig að konur sitja meira uppi með samskiptalega þáttinn, kallmenn nota vöðvaaflið ef þeir rífast, en kona þarf að nota einhverja svona skynsemi og það er ekkert ástæðulegs að konur nota ilmvötn og mála og bara tæla menn sko og svo leiða það á nefinu sem að kallmenn fyrst en allavega þá var gerð Femin.is einhvern tímann gerði svona könnun bara og þá var eitthvað 85-90% kvenna sem ég trú á stjörnusbyggi en ég var með námskeiðunum daginn, það voru 31 á námskeiðinu, veitir hvernig kynja hlutfallið var? 50-50? Karlmenn 0, konur 31. Já. Þannig að sko okkar hlustendahópur er nú mikið til karla. Þannig að þú getur verið að þú getur verið að laða þessa karla. Nei, en það sem ég segja, það kemur augnablik í lífi karlmannsins. Þegar þessi færa björg í búi þáttur verður áþreifanlegur og hann verður áþreifanlegur og hann verður einhvern veginn svona langvarandi, þú sér fram á hann verði bara þarna, þessi þáttur sem þú þarft að sinna og þetta nýja hlutverk veldur því að margir fari í, og ég heyrði það bara frá vinum mér og ég upplifði það sjálfur að það er svona veldur því að menn hugsa allt upp á nýtt í raun og veru sko, bara 30-60 það er bara eitthvað svona, það er kallað þrítuskrísan sko, en það getur verið pluss og mínus sko, og þá bara ertu allt í einu staddur á einhverjum stað og þú ert ekki lengur bara að fara á hennar Liverpool United helgina sko og þú bara konaðinn á peningana líka og þetta er börnin og það er að kaupa barnavagn og það er að gera þetta og svo berur tilfinningarlega ábyrgð og þarf að venda og þetta er bara lífið gjörbreytist. Já, og lífið gjörbreytist og þá hugsa ég að kannski á slíkum augnablikum getur maður opnast fyrir því að það séu til einhverjar áhugaverðar greiningaraðferðir eins og þetta sko. Fyrir mér er það þannig sko. Þetta er áhugavert. Þetta hefur verið til í mörg þúsund ár. Síðan sko ég var að vinna í Los Angeles og það kom kínverjar og sögðu eitthvað svona þið þarna you the Westerners you find this interesting but we believe in it. Akkurat. Svo er Ásgeir Haraldsson barnalæknir hringsins, hann átti heima og móti mér og linka hann í IC48 og við erum vinir í bensku og Ásgeir sagði mér hann væri framhaldsnámi í Hollandi og þar
sem sagt, einhver læknir sem frá Argentínu, hann sagði, sko, Ásgeir, konur í Argentínu, þær koma til lækna og segja, stjörnuspillingunum minn sagði að þriðjudagur klukkan 11 eftir halva mánuð sem fyrir tími til að eiga barn, ég ætla að panta keisara, sko. Og hann sagði, við hérna, okkur finnst þetta ekki gott og við trúum ekki á þetta, en verðum að gera þetta af því að annars verðum við atvinnuleysir, þú veist, það faraði bara kann, fólk bara heimtar þetta. Ég var í Víetnam í mánuð fyrir nokkrum árum og þar sögðu menn, sko, 85% businessmanna nota stjörnuspeki við ráðleikingar í hérna ákvarðantöku. Nú, ég hérna á Íslandi, hérna, ég hef hjálpað fjölda businessmanna við stofnum fyrirtækja og greiningu á stjórnmálamennum og flokkum og hinn og þessu, sko. Það gífurlegur áhugi á þessu baku tjöldi. Þetta svolítið eins og, sko, klám. Þú veist, að menn vil ekki viðurkenna þetta. Kona mín var einhvern tímann að vinna hjá byggingadeildinni, hérna, verkfræðingarnir, og svo fórum við svona partí, sko, þá komið, heyrðu, sko, ég trúi nú ekki á þetta, en hérna, hvernig, þú veist, þau eru bara sér eiginlega, sko, þá kemur verkfræðingur. Verkfræðingur og brýtur grundvallar lögmál sinna stéttar. Nei, þetta er alveg stór rækjur. Það er mjög grundað. Getur þú sagt okkur, sko, því við getum nú ekki heldur verið í eilífu, en getur þú sagt okkur, stuttlega frá því hvað þið eru að gera með þegar þið eru að sjá fyrir ykkur ákveðna framþróun í þessu fyrirtæki og þessum rekstri, eða sjá hvort þið getið kannski farið með þetta eitthvað út og þú ert að vinna með Ásgeiri og Heru, við erum með fyrirtæki sem heitir Self-Invest sem í rauninni fjárfestu í sjálfur við erum með vefsíðu sem heitir orkugreining.is og við erum með podcast, við erum með 40 podcast og það er bara hægt að fara á Spotify og það er stjörnuspeki orkugreining. En já, við erum, þetta sem ég verið að gefa ykkur er íslensku útgáfan, við erum að vinna að þýðingum á þessu núna. Við erum með forrit sem heitir Mobile Astrologer sem er stjörnuspekingur bara í síma, þá nú hittir einhvern, þá getur við séð svona lítilkort, það erum við að koma með núna bara fljótlega. Og svo erum við að vinna að barnabók, stjörnukort fyrir börn, foreldra, af því að og ætlum að vera með það fyrir áramót af því að til þess að uppeldi verði ekki velviljað niðurbrot. Það er bara áríðandi að draga úr velvilju niðurbrot í samfélaginu. Það er bara mjög áríðandi. Það er mjög mikið velviljað niðurbrot í samfélaginu, í menntakerfi og í uppeldis. Og það er í rauninni það sem við erum að vinna. Þannig að það er orkugreining.is og selfmastery.is. Og einn bara svona loka spurning. Þú hefur spáð fyrir .com-bólunni og hruninu og alls konar öðru. Þú sérð þetta. Núna blasa við okkur tímamót. Það er gervigreind, það eru rafmyntir. Við sjáum að ríkisvaldið er að missa tökin. Dauðategur gamla valdsins. Já, við sáum það er nýtt valdakerfi að taka við. Hvar á maður að, hvernig getur maður grætt á þessu? Hvar á maður að setja peningi sinn? Hvar á maður að staðsetja sig? Hvernig eigum við að undirbúa okkur fyrir þetta? Maður á að setja peningin í nýsköpun. Ég sagði, ég spáði að þannig við hrunið, en ég sagði leið og það var að þetta væri umbreyting heimskerfa sem myndist að var frá 2008 til 2024. Þannig að við erum að loka fasanum í umbreytingu þessu gömlu heimskerfa. Þannig að við erum að horfa fram á nýtt bankakerfi, menntakerfi. Þannig að, og næsta ár er ár nýs upphafs, þá fer Neptúnus og Satúrnus inn í hrútsmerkið fyrir þá sem að þekkja það, tungumáli. En sko, ég hef unnið að því að undanfarið að til að græða eða til að hafa vaðið fyrir neðan mig að búa til kennsluefni fyrir nýtt menntakerfi og þennan nýja heim. Þannig að nýsköpun og eins og fjölmiðlarnir eins og þið eru að gera, þetta er rosalega flott hérna hjá okkur. Við erum náttúrulega komin bara inn á við erum komin inn á net eða skýja, ég kallar þetta skýjaborgin. Við erum öll í klátinu, það er allt í klátinu, myndir okkar er í kláti, allt er í bara skýjónum. Fólk tengist í gegnum það, skiptir sér í ættbólka þar. Já, svo er fjölskyldubóð, sko, það er allir, einn er í iPadinum og einn er í
símanum og einn í tölvunni, skilur það er hver og einn í svona sinni skýjabólu sem tengd einhverjum mjög fjarlægri bólu en svo talar fólk ekki saman sko, nema amman segir hérna, engin sími við matabólið það er svona viðleitnin reynir gengum við spil já, en ég meina til dæmis mér bara nýsköpun sko. Að mörgur leyti þá vinna að verða úrelt hugtakið vinna af því að við erum komin það allir að vinna og þannig að ég held að sko, fólk breytist úr vinnandi stétt yfir í neytendur og síðan skapendur sko. Þannig að þeir sem að skapa með út frá gerfugreind og tækni og áhrifavaldar entertainment sko, sem að Þið ættu að skoða í sambandi við að þýða þetta sko, þessi gerfugreind orðanlega brjálæslega góð að þýða sko. Við erum að skoða. Já, úr íslensku, af því að þá getum við að skrifa og ég að upplega, ég að skrifa á mínu móðumáli, ég geti þýtt þetta úr ensku bara eiginlega með vélinni sko, mjög auðveldlega sko, þá geti aðri séð sko. Það var að segja þér í trúnaði. Já, Við erum að áskerir að keyra hérna orkugreiningunni í gegnum gerfugreind og því þetta þannig úr ensku. Síðan munum við náttúrulega bara lesa það yfir. Ég að segja það og svo þetta bara rétt eins og hver önnu tækni, þú getur notað þetta að koma þér áleiðis og stytta þér ákveðna verkþætti og svo einhver loka verkþáttur en þetta ótrúlega vel gert. Nei, ég meina ég set heilu kaflana af hlutum sem ég að skrifa inn og bara þetta 95% en sko gerfugreindin mun ekki skapa frá grunni. Já, það er málið. Ég segi þetta ég nota þetta orð að lokum þarf ég að anda sál í textan. Já, og innsæi. Og þú andar líka sál og innsæi með því að merkja þér hann. Þannig að það er autoritet sem stendur við textan. Þú veist, það er ekki bara eins og þetta hafi bara verið ælt út úr einhverju gerfugreind. Ég náttúrulega sem þetta allt. Þú semur þetta og skrifar þetta þá allt á íslensku. Allt á íslensku, já. Þannig að, já, það eru ótrúlegi tímar framöndan. Já, og spennandi og skemmtilegir. Mjög skemmtilegir. Heldur betur. Berðól, við nefnum hérna í lok hvers þáttar að það eru þeir sem ákveða að vera ekki á spjöldum sögunar, heldur í djúpríki skoðanabræðarlegsins. Akkurat, og fá nafnsitt lesið upp hérna í lok hvers þáttar. Leopold Hjörleifsson, Arnar Gauti Arnarsson, Logi Steinn Gunnarsson, Þorsteinn Másson, Daniel Gauti Jónsson, Arngrímur Jökull, Arnar Tórensen Skúlason, Katrín Anna Herbertsdóttir, Arnar Knútsson, Arnar Milutin Heiðarsson, Daði Freyr Guðjónsson, Mikael Ernisson, Brynjar M, Mikael, Róbert Bernhard Gíslason, Daniel Ólafsson, Hlynur Gesson, Jakob Gísli Þórólfsson, Pálmi, Sindri Davíð Birnisson, Brynjar Guðmundsson, Jökull Auðunsson, Mikael Maron Torfason, Björn Rósmann Hreinsson og loks Brynjar Þóri Magnússon. Þetta er allt einstaklingar sem að verðandi viðskiptavinir orkugreiningu.is. Já, tímaralaust. Já, takk kærlega fyrir komuna. Takka ykkur. Gunnlaugur, og gangi ykkur innilega vel með verkefnin framöndan. Ég ætla að leggjast yfir orkugreininguna mína og halda áfram að fylgja mínu grunneðli. Já. Takk ykkur. Takk kærlega fyrir Gunnlaugur. Og því áhörundur. Kæru hlustendur, Guð bless ykkur. Guð bless ykkur.